Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauða borðinu. Klukkan 8, spennandi dagskrá hér framundan hjá okkur, en við ætlum fyrst að áður en við kynnum helstu efnisatriði, þá ætlum við aðeins að ræða svona daginn og veginn. Við erum 3 hér sem stendur, þau eru með mér kollegar mínir Sigurjón Magnús Egilsson, velkomin. Góðkvöldið. Og María Lilja. Hei. Jæja, hvernig fréttadagur hefur þetta verið? Það eru kannski svona klassískt umræðefni í þætti eins og okkar eða svona kynningu, það ný mæling á fylgi stjórnmálaflokkana. Já, við erum á svoleiðismálum. Já. Hver stærsta fréttin? Samkvæmt Gallup? Samfylkingin, tapar fylgi, það ekki? Já, þetta eru litla breytingar, en samt þó. Já. Samfylkingin og miðflokkurinn, þetta dregst aðeins úr fylginu þeirra. Já, sko við höfum spáði að Samfylkingin fari að falla í fylgi vegna hagstjórnar, erfiðleika og fleiri mála. Sko, þegar maður skoðaði línuritið af þessu, þá það þannig að það byrjað að fara niður, sko. Vist. Í þeirri könnunum í rauðu eitthvað, hjá Samfó. Þannig að þá verkefnið í aldeilis hjá þeim að stöðva þetta, sko. Já, nú heil 3% stig sem fallið á milli kannana, sem alveg töluvert. Sko. Alveg, já, þetta bara töluvert. Og miðflokkurinn náttúrulega hefur bara núna alveg undanfættu mælst alveg ótrúlega hár. Það dregur aðeins úr því. Já. Ekki rétt að mér, þetta bara... Jú, bara innan við prósentustig held ég. Þeir eru þannig þá í 20% sem þetta... Jú, sem ekkert lítið. En svo annað líka þarna sjálfstæðisflokkurinn sem var í könnu prósent munu daginn með 13,7%. Þarna kemur allt önnur tala. 18%. Já, þannig að samt var þessi svona prósentskönnun einhvern veginn að við tókum hann ekki alveg endilega bústala. Þetta þjóðarbúlskallúp og einu sinni í mánuði. Þannig að þetta svona stóra skoðanakönnun eða ekki sem fóðum hverju mánuði. Viðreisn líka aðeins að síga niður og Framsóknarflokkurinn á smá uppleið, hvort það formanskiptin, hvort Lilja farin að telja inn, sko. Þetta svo sem ekki nema 6% fylgi sem að Framsóknarflokkurinn með. 6,6 eða ekki? Já, eitthvað sluðis, en samt, Gallup þá að slett, ég á Gallup síðunni, það það slett 6%. Já. Samkvæmt því sem þar kemur fram. En það samt sko hlutfallslega töluvert, 1% stig og þú ferðu 5 í 6, þá það 20% aukning. En þeir eru samt að ganga yfir jarðsprengjusvæði, sko. Já. Veist, ef að þið verði ekki sko, með Lilju, ef að kemur ekki eitthvað svona fylgisaukning sjáanlega á næstunni, þá flokkurinn bara í miklu meirjulegum. Já. Það ekki? Jú, ég myndi halda það. Svo náttúrulega stór frétt, sko, í sjálfu sér, með að við þróun eins og hún hefur verið að það alveg sama, sko, ok, jú, það eitthvað rétt 6% núna sem kjósa flokk fólksins, en þau ná aldrei alvöru viðspyrnu, það verður ekki séð, við getum ekki svarað því með fullri vissu að þingflokkur flokks fólksins verði til áfram, þóttu séu að mörguleiti, að margra mati að gera ágætt mót. Hvað það? Ég meina svo Ragnar Þór Ingólfsson bara vinsæll, mikið persónufylgi. Já, það bara svolítið þannig. En þau hafa líka tapað svolítið sínum svona stærstu áherslumálum í öllu kjaftaðinu á þinginu og farið undir svona önnur stærri mál. Og það sem að maður kannski svona hrættastur akkurat núna að það sem verið að undirbúa ESB frumvarpið, að það á allt annað eftir að tapast. Ég meina það eru gefnir einhverjir 3 mánuðir í að skila enn frumvarpi sem sagt áður en að tekið verið afstæða til þess og það bara fresturinn að renna út í lok þessar mánaðar. Þegar að það verður lagt fram þá hugsa ég umræðan fari bara að snúast Evrópusambandið og ég held að hóparnir sem að Flokkur fólksins hafi svona verið í forsvari fyrir, þeir séu ekkert endilega á þessari línu. Sko fyrir mörgum af þeim hagsmunahópum sem að litu til Flokks fólksins, þá það í rauninni bara örorkan og húsnæðið og þessi svona persónulegu en stóru mál. Fæði, klæði og húsnæðið. Já. En sko það
Flokkur fólksins skrifar upp á stjórnarsáttmálann það sem þetta Evrópumál inni og þau eru búin að vera mjög hörð gegn sko bara einhverju, öllu, við ætlaði að segja, við komum að DSB en skrifa samt upp á þetta. Og það var bara spurningin, hvort að það geti bara sko verið bara bylmingshögg sem fá út úr því þegar að umræðan fyrir að stað, sko, þá eru þau í ríkisstjórn og eru að tala sko þvert á hina 2 flokkana sem eru í stjórninni með þeim. Já. Það geti verið svolítið þungubiti. Þetta getur verið svolítið klemma, hún var að rifja upp hún Oddný Harðardóttir í helgispjallinu hjá okkur helgina hvað Steingrímur J þvældist rosalega fyrir ESB-málinu sko, sem var á dagskrá hjá þeim 2009-13 og það er kannski engin kostu góður fyrir flokkas og flokkfólksins núna ætlaðu að beita sér mikið gegn skiluru eða ætlaðu að fljóta með og verður flokku fólksins fer hann í þá stöðu sem að kunnulegt hefur verið þegar umræðir flokka sem eru í meirihluta samstæður með sjálfstæðisflokknum að þeir bara sökkvi alltaf til boss en sjálfstæðisflokkurinn haldi siglingu. Já, ég held að sko Ingu er svona hand og höndum þarna sko. Já. Erum við ekki alveg vissum það? Jú, ég held að eins og þið hófuð umræðun á stærsta fréttin að samfylkingin byrjuð að tapa fylgi. Hún byrjuð að tapa tiltrú. Það er önnur umræðum hana, það verður harðar að henni sótt, bæði í fjölmjölum og svona bara á götuhotninu og allt það. Og trúveruleiki Kristrúnar og hagstjórnin hjá Kristrúnu vandamál. Og núna síðast til dæmis verið að tala að olíuverð geti splundrast, hækkað. Það myndi hafa áhrif á verðbólguna. Það eitthvað talað einhverja það eigi að kynna á næstu dögum, einhverjar aðgerðir til að reyna að hemja verðbólgu en óbreyttu erum að sigla inn í besta falli óbreytta vexti og sumir segja jafnvel hærri. Þetta ekki það sem að ríkisstjórn... Við erum búin að mótmæla því. Já. Við viljum ekki hærri vexti. Nei. En þetta ekki það sem að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir lofaði að gera. Nei, við bara viljum ekki hærri vexti. Þetta bitnar mest á þeim sem minnst hafa og minnst eiga. Og það verður bara, þetta fólk gefur kost á sér til að stýra landinu og líka efnaðarstjórninni. Það verður bara að standa sér í stikkinu. Og það ekkert að henda ábyrgðin alltaf yfir og þá sem minnst hafa. Bara þetta kemur ekki greina. Þegar rýni aðeins hérna í fjölda þingmanna þá nú svona önnur og kannski aðeins stærri frétt í þessu öllu saman. Það samfylkingin ásamt miðflokknum eini flokkur sem bætir við sig og það 7 þingmönnum. Já, frá kosningum sko. Já, frá kosningum. Og það mér finnst það nú reyndar svona alveg góður ekki held að verða að minnast á það. Hvað þarna margir þarna? Þá eru þau 22. Það nú bara alveg helvitis hellingur af sig orðbræðið. Það eru bara 10 til viðbótar til að flugið bara búið að vera svo rosalegt sko. Já. En allir aðrir flokkar tapa og það auðvitað kannski flokkur fólksins sem að missir mest en það eru einmitt 7 þingmenn líka frá kosningum þar að segja. Já, einmitt. Þetta En eigum við aðeins að henda okkur út í heim. Ég veit að María Lilja, þú ert svona mest með puttan á púlsinum í því og sko ég var að nefna það við ykkur rétt áður en við settumst hérna að það eiginlega engin umræða inn á Alþingi Íran. Það eru alls konar svona slott þar, hvort sem að eru fyrirspurnir eða umræðumstörf þingsins eða eitthvað skilurðu. Og það enginn að tala innrásarstríðið. Þetta stóra mál. Þetta risastóra mál. Eða þá hvernig Íslendingar sko eiga að hægða sér tengslu við það. Hefur eitthvað nýtt komið fram í dag? Já, ekki á Íslandi. Það voru mótmæli í dag fyrir utan utanríkisráðuneyti þar sem var einmitt utanríkisráðherra var krafin svör hvar Ísland stendur nákvæmlega í þessu innrásarstríði, hvort að íslenskar herstöðar séu notaðar undir hermang og annað en eins og við vitum þá eru allar líkur á því. Ég held að það sé einmitt ástæðan fyrir því að það fari lítið fyrir þessari umræðu inn á þinginu. Þetta viðkvæmt. Það bara tristir sér enginn inn á þetta svið. Það segir nú í lóðinu kjarkinn má vanta Jósef. Nákvæmlega. Já, það þýðir þetta að vera byggja að kosta sér stjórnmál. Svo kemur upp eitthvað erfitt mál. Það getur ekki myndað sér skoðanir og sagtar. Akkurat. Það bara ekki í boði. Allir þingmenn verða
að kynna sér máli og mynda sér skoðanir út frá því. En kannski skoðun að beygja sig og láta lítið fyrir sig fara líka. Það svo það. Já, það getur verið. En það sem Það voni í barminni svo sögum og sjónum, það fór ekki að svara síðstjórunum. Já. Það sem kannski helst í þessu að hérna, já, það hafa verið sprengingar í Beirút og landhernaður, en ísraelska herinir komin til Líbanon til þess að, já, það sem þeir segja að afvopna Hezbollah og samband Hezbollah og Íran hefur náttúrulega verið, já, svona, já, ekkert leyndamál í gegnum tíðina. Þeir réttlæta þetta með því, en við sem svona kannski horfum aðeins lengra og skiljum að staðan snýst auðvitað ekkert það, hún snýst auðvitað bara landsyfirráð og umráð yfir siglingaleiðum og landsvæðum og olíu. Það það ekki stóra málið. Það nefnilega stóra málið. Það eitthvað mannfall af bandarískum hermunum sem að hafa þá ýmist verið bara slysskot og skotnir úr lofti. Ekki verið að tala um ykkur 3 eða 4? Jú, það voru 3 eða 4 vélar, ég held að talan sé komin upp í 5 eftir því sem að ég kemst næst. Það var sprengdur upp stúlknarskóli, Akkurat. En börnin voru í skólunum? Já, og sú tala komin upp í 180 stúlkur sem að letu lífið eða voru myrtar þarna bara í þessu kaldrifjaða stríði. Þannig að sá sem tekur upphafsmaður að þessu, ef hann búin að missa 5 hermenn, þá það ekki mikið í þessum samanburði, Einmitt. Melania Trump, hún var í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, þar sem hún stýrði fundi. Sumir þurfti að láta segja sér það 2 svar. Einmitt. Og svo staða kemur. Akkurat. En þar sem hún reyndi nú að klína þessari árás á Írani sjálfa, það hafa auðvitað verið uppi einhverjar svona átölur að þetta hafi verið Íran sem hafi verið þarna gert mistök. Margir Íranir trúa því hreinlega upp á klerkastjórnina, hún auðvitað ekki góð. En maður veit svo sem ekki, þeir neita þessu staðfastlega. Donald Trump hefur sagt að þetta stríð muni standa yfir í 4 til 5 vikur sem mjög nákvæm tímasetning. Maður velti fyrir sér hvers vegna það en einhverjus vilja tengja það Epstein og réttarhöldum og yfirheyrslum sem í gangi núna. Clinton hjónin voru í yfirheyrslum og hann sé í rauninni bara einhvern veginn að búa til hávaða eitthvað staðar annar staðar svo hann sé ekki fókuspunkturinn heima við. Fórna bara mörgum mannslifin til þess. Já. Þetta ágæti punktar sem hafa komið fram í umræðin til dæmis og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur í gærkvöld fyrir utanríkisráðherra í Silfrinu á RÚV að smáþjóð eins og Ísland á allt undir því að milliríkjasamningar og lög séu virt Já. Og það voða lítið talað það hér í pólitískri forystu. Hvað verið að brjóta svakalega lög og alþjóðlega sáttmála og hvernig geðþótti þessa eina manns bara fer fram á þess að við þorum að gagnrýna það. Þannig að þetta mikil umhugsunarefni. Já, þetta ekki gott. Ég var aðeins að fara yfir skítaveðrið sem búið að vera í dag. Þetta ekki hressandi bara? Fá framan í sig rennblauta og ískalda slittuna. Jó, mér finnst það ágætt svona ef snjórinn fer. Hann var svolítið svona skítur og harður og leiðilegur. Já. Það hafi verið í fréttum líka einhverja svona hetjusögur af mönnum að gera við erfiðar aðstæður og svona. Það minnir okkur á hver við erum, úr hverju við erum gerð. Við erum búin svo lánsum í vetur Já, nú komið að refsingunni og skuldadögun bara. Nei, ég gæti ekki halda alveg. Kalvinistarnir myndu halda því frá. Veturinn að vera búin að vera vor. Já, það rétt. Og kannski kemur vorið ekki fyrir í júlí. Já. Kannski verður okkur refsa núna alveg svakar. Já, og kannski kemur ekki neitt. Kannski kemur ekki neitt. Nei, ég sé, við erum búin að sleppa vel. Ég ætla alveg að taka þess að þó verið 2-3 dagar að svona hundblöðir að ég fyrir svo mikið út með hundin. Já, einmitt. Það gott hjá þér. Heyrðu, en ef þá fari í þáttinn, ég ætla endan á skemmtilegu spjalli við Álfrós Rós og Önnu Maríu
dóttur, þær eru leikhúsmanneskjur og ræða einleikinn Dead Air, þar sem það fjallað gervigreind og dauðan. Sáuðu þetta stykki í Tjarnarbíóinu fyrra þegar það var sett upp? Nei. Það að koma aftur til sýninga núna og í vikunni og allt sem viðvíkur gervigreindinni finnst mér núna áhugaverðar en nokkru sinni fyrir. Ég finn bara svona persónulegan áhuga aukast á gervigreindinni frá degi til dags. Það eins með ykkur? Nei, ég get ekki sett það. Nei. Ég bara ennþá, ég pyrrið þegar ég þarf að tala við heilbrigðisbottan eða... Við erum bara jarðbundin, svo við erum bara að berjast á móti slítunni. Já, við erum bara, getið talað við mannesku. Svona. Já, það óþolandi. Já, það er svona mín helsta gremja. Hvernig getur ég það þig? Ég skil ekki spurninguna, getur umorðað hana. Ok. En þú, María Lilja, þú ætlar að ræða ofbeldi við fróma mannesku, ekki satt? Herðu, jú, hún Eygló Harðardóttir ætlar að koma hérna og ræða við mig skýrslu sem að unnin var af dómsmálaráðuneytinu, innviðaráðuneytinu, heilbrigðisráðuneytinu og félagsmálaráðuneytinu. Þetta er svona stór vinna þar sem að þau voru að skoða líðan barna og hérna ofbeldi í grunnskóla, í hópu grunnskólabarna. Og hún ætlar nú að segja okkur hérna svolítið, svona jákvæðar fréttir af þessu. Það jákvæð þróun í þessum málaflokki. Það minni vopnaburður. Það hérna svona meiri málshraði í hérna málum þessara krakka innan Veistu hvort kerfis. þessi hnífatíska sem að dúkka aðeins upp dottin aftur úr leik? Já, það virðist vera því að það talaði að það voru 3% nemenda í 8. bekk hafði farið með hníf í skólan og einhverjum tímpúndi árið 2024 en það komið niður í 1%. Þannig að það myndir maður nú segja væri bara algjört svona svona nánast frávik frávik einmitt. Það eru hérna ýmislegt sem bendir til að það hafi dregið úr kynferðisofbeldi á meðal ungra barna eða þessara grunnskóla barna og krökkum líði betur í skólanum þegar eigi fleiri fullorðna sem allavega einn fullorðin sem þið getið treyst og þar fram undir götunum. Hún ætlar að fara yfir þetta. Það verður ráðstefna á morgun á vegum félagsmálaráðuneytisins þar sem að verður farið í þessa skýrslu meðal annars en líka hérna þetta svona landsamráðsfundur ofbeldi. Þannig að það eru allir hvattir til að mæta að mér skilst en sérstaklega þeir sem vinna með börnum og hérna og kannski svona vinna og hafa hagsmuni þessa hóps unga fólks í huga bara í samfélaginu. Þannig að það en gaman að heyra að þú flyttir okkur jákvæðar fréttir úr þessum málaflokki. Akkurat. Okkur veitir nú ekki að því. Góðum fréttum. Já. Nú, Sigurjón Magnús, þú getur maður sagt að starta nýjum þætti? Já. Hvað kallarðu hann? Hallveig. Hallveig, hversuna Hallveig? Þetta í höfuð og Hallveig Fróðadóttur sem var fyrsta landnámskona Íslands. Já. Og hérna mér finnst það bara að þetta líka fallegt nafn, Hallveig. Fallegt nafn. Og hérna, þarna eingöngu konum lyft að. Já. Ég sitt sem sagt með 3 eða 4 konum í hvernig þætti þá. Það verður alltaf þannig að þú bara fær konur í þennan þátt. Já. Svo hérna, það komað til mín hérna Kolbrún Halldórsdóttir sem formaður BHM og fyrir ráðherra og þingmaður. Og Jódís Skúladóttir fyrir þingmaður og svo Sirri Hallgríms sem kemur á hægri vægnum mjög ákveðið. Hún var einhvern aðstofamaður Illuga Gunnarsson. Já. Hvað er hún að gera í dag? Bara hans ráðherra tíð held ég bara alveg. Já. Hvað gerir hún í dag? Veistu það? Nei, ég veit ekki. En þetta eru sterkar og öfluga konur? Já, mjög og allar mælskar og fínar sko. Ákveðnar skoðanir? Já, og svo hitti þannig á laugardaginn og sunnudaginn, 8. mars, þá hérna alþjóðlegu baráttudagur kvenna. Og þá reynd að spyrja, hvað hafið ekki nóg fyrir mér allt helst að ráða fólk landsins? Ekki alþjóðlega? Ekki á alþjóðavísu? Nei, þetta bara... Ég var stundum að leika mér á þessu þegar ég var með sprengisendin á bylgjunni og þá kallaði þetta skessuhorn
en það kunni ekki allar að meta það sko. Mér finnst það Nei, fyndið. það er ekki nú Mér fallegt, finnst það Sigurður. fyndið. Allavega fallega. Já, Mér finnst það tussu fínt, mjög fyndið. já, Hvað bara að segja þau upp á? aðstofnaður Stengir Fjósi sagði þetta. Það var eitthvað svo leiðis. Það eru spennandi og ég Já, ætla svo, ég bara, já, til að hafa mikið með nýja þáttinn. takk. Það voru gaman að- Þetta allt sko mælskar mannesku. Sko. Já. Já, Ha, Komstu nokkuð að sjálfur? þurfti þess ekki. Nei, þetta kemur allir ljós. Já, Þetta kemur allir ljós. Spennandi. Heyrðu, og ég ætla að hefja dagskrána á eldfimu viðtali sem gæti orðið. Það er hérna Brynjar Níelsson. Já. Hann kemur hérna og hakkar í sig Ríkisútvarpið og vill hérna bara stórlækka stuðning við það niður í lítið, bara niður í menningarhlutverk á Rás 1 og Fréttastofuna. Og ég er ekkert alltaf ósammála honum í þessu spjalli en stundum er ég ósammála honum og við reynum að ræða þau mál svona frá ýmsum sjónarmiðum og hann vil líka að stuðningur til stjórnmálaflokka færi niður í mjög lítið eða ekki neitt. Og svo ræðir hann Davíð og hann segir sögu af Davíð. Ég ætla að leyfa honum að segja hana. En hún er til marks það hvað Davíð þarf ekki alltaf mörg orð og er fljótur að hugsa. Hann hringdi í Brynjar. Ég kann nokkra sögur á Davíð. Er það ekki? Jú, Viltu láta eina flakka núna? Ég var þingfréttamaður hérna í upphafi fyrir sanns sem forsætisráðherra Já. og hann stóð í brýnu stundum. Jú, ég þekki það vel, sjálfur. Hann var ekki alltaf ánað með mig, en samt var hann alveg, ég segi eina stutta sögu á hann, að þá býði fyrir utan hérna stjórnarráðshúsið að ég vissi að hann þyrfti að fara inn í þing. Og Davíð svaraði alltaf á vettvangi, þegar maður hitt hann eitthvað, hann svaraði alltaf, aldrei undan neinu. Ég man ekkert hvað vorum að tala, nema við göngum hlið við hlið og ég með, hérna, þá var ég að fréttast út af sís, þá var ég með, hérna, mækinn, sko, og svo, hérna, er ég að horfa á það við, og ég gekk á staur og þá kom mittir þig má ég sjá og þetta var spila svolítið á fréttastofunni þessi fútur þegar ég gekk á staur Þú var svo upptekinn að því að ná hljóðinu að þú horfðir ekki í kringu þig. Svo hefða var ég með kúl á enninu en hann fór að gá að hvort að ég verði eitthvað alvarlega Já, það var margt gott í Davíð. Hann fær opinbera útför í samræmi við hefðir. Já, einmitt. Já, það var það nú að vera eitthvað forsætisráður í 13 ára eða eitthvað. Já, heldur betur. Það var enginn verið lengur Einmitt. og alls ekki svona samfellt eins og hann, sko. Akkurat. Eitthvað að segja þetta gott í dag? Er það ég? Jú, bara, í bili. Við erum að bjóða bara upp á gott hlaðborð. Já, algjörlega. Kæra þakkir, Sigurður Magnús og María Lilja. Og rétt að bara minna ykkur hlustendur áhorfendur á það að þið getið lagt okkur lið með því að líta við á vefslóðinni samstöðin.is og haka þar við hnappinn áskrift. Og ég vil minna líka á það að hérna, það er hægt að styrkja okkur með ýmsum hætti óbeinum eins og með því að miðla efni okkar. Og við erum út allt, við erum 89,1 í útvarpinu, stöð 5 á símanum, við erum á Spotify og ég gleymi því stundum að hérna, tala það, að við erum á ekki bara YouTube, við erum á Spotify, við erum út allt og endilega haldið áfram að hérna, styðja okkur og þá styðjum við ykkur á móti til. Við gerum saman gott mót, en örfáar mínútur í það að rauðaborðið hefjist, fyrst bara stuttar auglýsingar. Blessi bíli. Ég valdi gleði líka í krossum minn og ég set hann hérna hægra megin, hægra megin frá mér séð, af því að ég er rétthend og mér finnst gleði vera eitthvað sem maður þarf að velja. Ég valdi líka gleði af því að lífið er erfitt, enginn lofað okkur að það yrði auðvelt, þannig að maður þarf svolítið einhvern veginn að velja gleðina og vera svona riddari gleðinar. Og líka svona við hugsaum að maður ætlar að bíða þangað til að allt er í lagi á öllum vígstöðum, bara að enginn sé veikur, að ekkert sé erfitt, að það sé ekkert vont í heiminu, að ætlar að bíða með gleðina þangað til þá verður aldrei glaður. Þannig að, já, gleði hægra megin af því að þú þarft að einhvern veginn að rífa í hana eða keyra hana í gang. Vera riddari gleðinar. Ég heiti Vala Kristín og ég trúi á gleði. Vantaði nýja flík, komdu í skemmtilegasta fatamarkaðinn í borginni í Bólholti 6
fatamarkaður Vorstjörnunnar opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, ég að lesa hérna frétt á Samstöðinni þar sem að segir í fyrirsögn Brynjar burt með fjölmiðlastyrki og það segir Brynjar Níelsson líklegur borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks í borginni vill afnema fjölmiðlastyrki ef hann snýr aftur í stjórnmál og lækka opinber framlög til stjórnmálaflokka og ég hringdi í Brynjar og bauð honum að koma hérna og ræða eins máli við mig og hann svaraði því kalli eins og hann vanur. Vertu velkominn, Brynjar. Takk fyrir. Ég ætlaði að reyna að fá fulltrúa frá Blaðamannafélaginu sem að hafa barist mjög fyrir þessum fjölmiðlastyrkjum og láta eins og að þeir séu alfa og omega allra fjölmiðlunar í landinu. En það var alveg sama hvaða tíma ég stakk upp á. Það gekk ekkert að fá einhvern til þess að rífast við þannig að ég verði sennilega bara að reyna það. Hvernig líst þér á það? Ég líst bara vel á það. Þú kannt alveg að rífast. Já, og þú líka. Já. Sko, af hverju viltu afnema fjölmiðlastyrki sem sumir fjölmiðlar hafa sagt að sé svona lífæð þeirra til að starfa? Það er auðvitað ekkert markmið sjálfur sér, ég vil auðvitað hafa frjálsa fjölmiðla. En ég vil hafa umhverfið þannig að þeir geti starfað án þess að þeir séu háðir styrkjum úr ríkissjóði. Það verður ekki gert með að breyta RÚV. Ef við hugsaðum tilbaka, þú ert sennilega í menntaskóla eða það byrja að klára menntaskóla þegar afnám einkaréttar RÚV á hljómsveikamörum. Ég var að klára háskóla, og við erum samt tiltölu ungi menn. Þegar það er búið að gera afnema einkaréttin og þetta er orðið samkeppnisumhverfi. Já, bylgjan brýtur sér leið og... Já, þetta er orðið samkeppnisumhverfi. Það getur ekki haft RÚV bara óbreytt þannig að hann tekur bara sína milljarða úr ríkissjóði. Það þýðir bara það að þú jafnt og þétt drepur litlu frjálsu miðlana. Og til þess að halda þeim á lífi, þá förum við í þá vegferð að greiða þeim líka á ríkissjóði, bara svo þeir lifi, Það er ekki mikið meira. Svo þeir lifi, en áfram er bara alltaf RÚV óháð öllu og gerir bara sitt og er alls ráðandi. Já. Þetta er vandamálið. Ég er ekki viss sem ég myndi bara taka ákvörðun það að kemist til áhrif það. Ég myndi bara segja, ég ætla bara að drepa alla einkamiðlana og hafa bara RÚV óbreytt. Nei. Það er ekki hægt heldur. Nei. Hvernig hefðir þú viljað sjá RÚV þróast eftir þessa breytingu sem þú nefnir þarna við heldum kannski eitthvað myndi breytast með því OHF-aða undir stjórn Þorgerðar Katrínar en það stendur svolítið eftir að RÚV er bæði með belti og axlabönd það er bæði, það hegða sér sumpart svolítið eins og einkaklúbbur á sama tíma og það nýtur þessar gríðarlegu forgjafar, heildar tekjur, RÚV eru nálgast 10 milljarða á ári eða eitthvað svoleiðis. Hvernig myndir þú vilja sjá þetta kerfi? Nei, ég hef sagt að þetta er bara svo einkafirma. Bara einkafirma starfsmanna í raun og veru. Þú upplifir það þannig? Ég upplifir það þannig og það sem ég hef viljað sjá það þróast, ég segi, við getum ekki haft RÚV í óbreyttu umhverfi, óbreyttu hlutverki þegar við erum komin í það sem varða samkeppni milli miðlana. Þú getur alltaf staðið í samkeppni
við miðil sem bara gengur af einhverju 6,1 miljónum bara tæpum 7 miljónum beint úr ríkissjóði það allsráðandi varðandi auglýsingatekjur og sagt ég svona bara samkeppnin ég meina við erum mjög upptekin að því sjálf alltaf samkeppnis eitthvað gildi það má ekki gera afnema hluta af búrlögum framleiðsluna þá var að rísa mennum á afturfætuna það bara brota á samkeppnisreglum og ekki stíl við það en þegar kemur að fjölmiðlamarkaði þá þetta allt í lagi Nei, ég bara sagt sko RÚV hefur auðvitað að lifa með okkur svo lengi alla tíð ég ætla að sagt sko það kannski má segja að sé hluti af starfsemi RÚV sem ekki í samkeppnisrekstri sem við getum kallað svona menningarlegt efni ef við myndum bara strax breyta því og segja bara ok, þið getið haft einhverja segjum svo, einhverja fréttastofu og gufuna sem getur kannski kostað 2 milljarða á árið eða eitthvað Já. Og þannig að þá myndur jafna leikinn helst vildi bara segja bara ok sko ríkisrekstur í samkeppnisumhverfi á bara að vera liðin tíð og sem að fjölmiðlar ekki þegar ég elst upp þá ennþá hér ferðaskrifstofa ríkisins síldar verslun ríkisins náttúrulega ATVFRN og og það svona viðtæki og allt saman talandi af því að minn farsæli leiðtogi lést í gær Já, Davíð Oddsson hann tók þetta meira og meina út hann að ríkisrektur það sem var samkeppni og ég held að við þurfum bara að athuga það núna í breyttu umhverfi hvernig heimurinn og hvernig tæknin virkilega þannig að við þurfum ríkismiðil í ljósókanum með hlýsum allir sem að gerast bara í umhverfinu ég get sagt, menn sögðu lengi vel þetta öryggishlutverk og þetta menningarhlutverk ég held að menn tala nú ekki lengur öryggishlutverki en menn geta að tala aðeins menningarhlutverki og ég hefði verið að sjá bara stöð eins og ykkar og fleiri stöð við styrkjum bara menningarefni frá ykkur framleiðið þið það bara Hvað með tillöguna sem komið hefur fram að þú ráðir hvert tíundin fer afnótagjaldið þú getur styrt útvarpssögu samstöðuna eða hvað sem þeir myndir líka? Já, það getur, ég hef ekki hugsað út í það. Við þurfum auðvitað fjölmiðla, við þurfum frjálsa fjölmiðla. Ég ekki að reyna að kröfu að þeim með ekki vera í einhverju pólitík sem andstæð minni. Verið bara í því fjölmiðlum sem þið viljið. En ég á það allavega ekki að þurfa að fjármagna ef ég ósáttur við það. Og ég segi við verðum allavega að byrja því bara aðeins að fá að taka umræðan þetta. Það hefur ekki fengist til þess að alþengi þegar ég var menn og að reyna að koma með þessu upp. Maður fann það bara, meirihlutin vildi bara óbreytt ástand. Já. En það hefur komið baki á okkur með frjálsa fjölmiðla og nú þurfum við að fjármagna þá líka. Já, sko maður sér veikleikan í umræðunni og í kerfinu sem við búum við að ef þú byrjar að tala gegn svona fjárfrekurúf sem allstaðar einmitt að þvælast og bara mjög stór spurning hvort vefurúf bara allir orðin eitthvert glænýtt ritstjórnar fyrirbæri sem í harri samkeppni við einkamiðlana. Ef þú byrjar að taka þessa umræðu þá oft viðbragðið gagnrýni á RÚV árás á RÚV. Og til dæmis fyrir ykkur stjórnmálamenn sem byrjar að tala svona þá gæti verið svona undirliggjandi að þið farið að hugsa kannski munu þeir ekki tala við mig núna, kannski munu þeir halla máli meðvitað eða ómeðvitað þegar kemur einhver snerra og svo framvegis. Þetta ekki raunveruleg hluti vandans? Jú, þetta stór hluti vandans. Ekki bara fyrir einhverja stjórnmálamenn. Þú getur hugsað bara dagskrárgerðarmenn, kvikmyndagerðarmenn, listamenn. Fjölmiðlar auðvitað vera að þola gagnrýni eins og aðrir. Því þetta bara eins og stjórnmálamenn. En vandamálið að þú getur kosið stjórnmálamannin í burtu, en þú getur ekki ráðið við neitt, RÚV alltaf hann.
Já. Og ef þeir eru ráðandi kringu svona, þetta óveðlegt umhverfi, Björn. Að gagnrýni getur bara kalla það að þessi listamaður á ekki möguleika að koma neinu efniðarinn og svo framvegis. Þannig að ekki það að ég sé ætla mönnum eitthvað misnóta falsið, þetta bara gerist. Meðvitað eða ómeðvitað. Meðvitað eða ómeðvitað og þess vegna að segja, þetta umhverfi óþægilegt. Þó að ég sé meira og minna ósammála því sem menn eru að segja hérna og predikar hérna á samstöðinni. Að þá vil ég miklu frekar hafa slíkt sem einhver bara frjálsur fjölmiðill, sem einhverju styðja og einhverju eru sammála og gott og vel hugsanlega ef við getum þá losað RÚV og þá getum við sett einhvern pening í svona frjálsar stöðvar. Þannig að þið gætu lifað að jafnvel blómstrað sko. Og þó ég sé ekki sammála ykkur þá þetta margt gott efni hjá okkur þegar þetta taki menn með sikkur sjónarmiðin og þið gæti svolítið að því þó ég veit alveg hvernig hugsunin og hvað markmið bara besta lagi, bara fín lagi mínu vegna sko. Ég heldur að þú sést að átúlka sko þegar þú setur okkur sem erum að starfa öll undir sama hatt. Ég heldur séum hér á ólíkum forsendum. Já, það má vel vera en ég veit alveg hvernig tónnin skilur. Ég skynja það og menn segja það bara beinlínis eftir Við tölum ekki rödd þeirra sterkustu og auðugustu. Alls ekki. Það eiginlega eina línan sem ég hef Já. En gott og vel, þetta allt í lagi, ég að segja það. Því með hafa þessa stöð. En það breytir ekki því oft með marga bara góða þættir sem alveg umræða. Já, en þeir eru náttúrulega með alveg gríðarlega hlustun og áhorf sem sumpart mendir til þess að allt og margir landsmenn telji sig ekki fá það efni hjá Ríkisútvarpinu sem að menn myndu vilja leita eftir. Nei, ég bara segja þetta óeild umhverfi mínu viti. Úr því að einkarétturinn er afnuminn, þá gengur þetta ekki svona. Nei. En þetta sem hún nefnir sko að ef þeir eru ekki búið í partíið og RÚV þá eru svona einhverja líkur á það endir á köldum klaka og fáir ekki athygli sem listamaður eða eitthvað og þetta svona hringekja sko, maður hefur tekið eftir það hefur orðið til hefð þar sem að fólk með svona sambærilegar skoðanir það er alltaf að heimsækja hvert annað, þau eru kannski sjálf dagskrárgerðarmennir aðalgestir hjá öðrum dagskrárgerðarmennum og svona. Það virka á mig þessi fjölskyldustemning svolítið. Svolítið fjölskyldustemning og maður spyr sér býtu hver er leiðin til þess að breyta þessu? Af því að forgjöfin er allir þessi milljarðar gagnrýni á RÚV er árás á RÚV ef þú túlkuð, ef þú talar að minnka fjárframlögin þá kemur alltaf einhver söngur það að himinn og jörð farist og sko hvernig í raun sérðu að hægt væri að breyta þessu vegna þess að við getum talað hugmyndir, þú getur sagt mér að þér finnst hæfilegt að RÚV fengi 2 milljarða bara fyrir menningu og fréttastofun og ég reyndar sko, við erum kannski ósammála þar að ég held að almannaútvarpið verði að starfrækja öfluga sjálfstæða fréttastofu. Ég held að almannaútvarpið sem er bestu sko bjargirnar til þess að reka öfluga fréttastofu ég myndi hafa þá hlið við hlið Andrés Magnason eða Stefán Einar og Gunnar Smára sko ég myndi hafa þá báða í ritstjórninni svo myndi ég bara leyfa fólki að vega og meta afurðirnar en ef þú skilur hvað ég á við en hvernig sérðu það raungerast sko, eitt er hlutverk Ríkisútvarpsins og annað er hvernig það er framkvæmt og hvernig starfsmennir framkvæma það en hvernig sæirðu fyrir þér að við getum minnkað umfang Ríkisútvarpsins náð sátt það að minnka umfang Ríkisútvarpsins niður í menningar og sjálfstætt fréttastofu hlutverk öflugt Já, sko ég er auðvitað bara þannig að ég sko, mennum svolítið uppvegna að þeir verður eitthvað almanna útvarp eitthvað á vegu ríkisins sko ég er ekkert viss það í nútíma samfélagi það þurfi en ok, ég veit að næst ekki samstæða það og þá sé ég, byrju, það kann að vera einhver millivegur í þessu og ef við erum sammála það að við getum kannski nálgast að vera sammála það að við viljum íslensk menning og menningararfleifð sé gerð skil og svo framvegis og einhver tækifæri fyrir íslenska listamenn að koma einhver á framfæri að þá get ég sagt ok, ég er tilbúin að borga eitthvað Ríkissjóð fyrir það
Við erum að gera það í alls konar það sem við teljum okkur fá eitthvað endurgjald. Þegar ég að rástafa skattfé, fé annara, þá verð ég að fá eitthvað fyrir það. Þá ekki bara styðja einhverja pólitíska hugmyndafræði eitthvað, ég fá eitthvað fyrir það. Og þá sér maður þetta fyrir sér að það sé einhvern veginn að afmarka þetta við það að hafa einhverja öfluga fréttastöð, við getum sagt það. Og við getum sagt það að einhvers konar dagskrágerð sem tengist menningu og þjóðarinnar og jafnvel einhverju listum. En ég hefði helst vilja bara útvista því skilurum til sjálfsagsstöða. Já, þið getið fengið, við styrkjum okkur að framleiða slíkt efni í staðan fyrir að það sé okkur fullt af ríkisstarfsmenn býð eftirlit að gera það. Það þarf enga ríkisstarfsmenn í þetta sko. En það þyrfti ný frumvörp sem myndi Já, það er að bylta þessu og ég segi alltaf... Þú ert á leiðinni í borgarstjórn líkindum en þú myndi ekki leggja fram lagafrumvarp á Alþingi sem borgarfulltrúi. Sko, menn verða bara að byrja á því Alþingi að ræða saman, getum við náð einhverju milli ef við ætlum að láta þessa einkamiðla lifa og á þess að vera bara með alla fjölmiðla hérna á ríkisjötunni, þá þurfum við að ræða saman. Við þurfum að komast einhverju niðurstu, er hægt að breyta þessu hlutverki eitthvað. Ég auðvitað bara þeirra skoðana. Ég bara treysti einstaklingum eins og ykkur svona. Þið eru alveg jafn gott almann út af fyrir mér sko. Og þið getið bara gert þetta sko. Og svo styrki bara ykkur í einhver menningaframleiðslu á efni. Það er mín sjónarmið í þessu sko. En ég gerir alveg grein fyrir pólitísku veruleika í þessu. Já. Og þá segi ég, byrjum á að ræða eitthvað saman. Getum við einhvern veginn afmarka þetta? Hvernig getum við tryggt það að frjálsir fjölmiðlar eigi þú bara einhvern möguleika á að lifa án ríkistigs? Þú heyrði til dæmis hvað ritstjóri og eigandi Fréttablaðsins sagði þegar það féll. Þeir hjóluðu beint í Ríkisútvarpið og kendu Ríkisútvarpinu bara að mjög miklu leyti það að svona hefði farið. En svo kom alltaf þessi rúf megin að ef ekki væri auglýst í Ríkisútvarpinu eins mikið eins og það væri, þá myndi allt auglýsingafé leita á landi og núna er það meira en önnur hver króna innan lands hér sem að fer til alþjóðlegra efnisveitna og svona. En sko, þetta er samt svo mikil hundalógík þú veist ekki hvernig auglýsingar munu dreifast fyrr en þú hefur breytt landslæginu, ekki satt? Nákvæmlega. Þú veist það ekki, ég meina, og menn bara ákveða þetta. Ég sé bara fyrir mér auðvitað bara að þessi ljósvakamiðlar, þeir geti bara verið í áskrift, þeir geta keppt, en svo og þá auðvitað bara, sko, allan fyrir mína kynslu. Ég er ekki að fylgjast með einhverjum auglýsingum á netinu. Ég fer bara vísu inn á mína fjörsbókarsíðu og skrifa eitthvað, svo ég ekkert meira þar sko og les kannski fjölmiðlana bara venjulega íslensku fjölmiðlana. Ég held bara að Íslendingar séu bara flestir þannig að þeir vilja bara við talum ekki eða þeir svona finnst einhver fjölmiðl góður, þá bara vilja að styðja hann og ég bara vonast til þess að sko að þetta hugafar breytist að við sem bara ekki svona föst í því að því að RÚV hefur alltaf verið til og alla okkar ævi að einhvern veginn allt farið til andskotans ef hlutverkið þessi breytt eða jafnvel bara lagt af eða getur það bara verið sjálfstætt félag á sömu forsendum og önnur aðri miðlar. Svo er annað sem ég hef bent á að RÚV var náttúrulega tók enga sensa, var mjög varfærið með mjög íhaldssama fréttastefnu og var ekki alltaf skúbb og svona. En svona seinni tíð þá eins og það hafi orðið ákveðin hliðrun og það eins og RÚV átti sig alltaf á því hvort það skúbbgraður enkamiðill sem að þarf að vera á undan öðrum með eitthvað hneyksli eða fyrir hvað stofnunin stendur. Þannig að við stöndum uppi með einhvern veruleika, einhverja stofnun sem hálf einhvern veginn í enkamiðla umhverfinu og kannski hálf í gamla hlutverkinu. Þetta svo sem ekki til þess að auka sátt RÚV. Nei, en sko við höfum náð að vísu með miklum látum að afnema ýmis einkarekstur ríkisins eða rekstur ríkisins skekki alltaf samkeppni síðustu 35 árum má segja. Við náðum ýmislum árangri í því
En það eru eitthvað 2 stofnanir sem einhvern veginn heilagar en aðrar í íslensku samfélagi sem gengur illa að ráða við. Eða ná yfir höfuð einhverju breytingum. Það RÚV og það ÁTVR. Og þetta einhvern veginn svo tilfinningatengt, virðist vera. Að fólk bara ítir sko veruleikanum og nútímanum bara frá sér. Nei, ég ætla að hafa mitt RÚV. En ég get sagt það, ég alveg viss það, hvort sem það ÁTVR eða RÚV. Ef við tækjum bara ákvörðuna, leiðum það niður, breytum fyrirkomulæginu, eftir nokkra mánuð myndi enginn vera að hugsa þetta lengur. Held ég. En það hefði vissu afleiðingar. Þegar ég fekk vinnu á RÚV, þá þurfti ég að fara gegnum umsögn útvarpsráðs, sem var pólitískt skipuð. Já. Og ég hefði verið sakaður það að vera aðeins svo mikið til vinstri, sem fréttastjóri á Tímanum, degi Tímanum. En það voru hægrimennir, það voru framsóknarmennir og sjálfstæðismenn í útvarpsráði sem greiddu atkvæði, af því að þeim fannst bara faglega að ég væri hæfastur umsækjanda og ég fór að vinna þarna sem fréttamaður. Núna er engin hérna það er ekkert útvarpsráð lengur, það er einhver stjórn sem Stefán Jón Hafstein skipar. Ég veit ekki til hvers sko. Nei, ekki hlutverk stjórnar RÚV svolítið óljóst? Ég hef aldrei átt að með því. Það getur vel verið að sé eitthvað neði ljóst. Kannski ég er bara svona tregur, ég átt að mikið á því, ég veit ekki til hvers mér finnst það bara peningaðisla. Þetta er hlutafélag, þá þarf að vera einhver stjórn. En gott og vel, sko, ég bara skil ekki þetta fyrirkomulag og ég bara, sérstaklega það fram í sækir, Björn, þá óttæst ég bara það að þetta muni bara skaða fjölmiðla umhverfið. Meira heldur en orðið er. Þetta er náttúrulega að einhverju leyti búið að stórskaða. Já, meira en orðið er, segi ég. Já, þessi yfirburðastaða og... Ef þetta var í einhverju annari samkeppnisgrein, eða sem er frjáls samkeppni, þá væri allir búin að rísa upp afturfættunar. Já. Allir. Og þótt menn bölvi gamla tímanum þegar pólitískt skipað útvarpsráð hafði með það að segja hverjir eru ráðnir, þá má líka bölva samtímanum því að núna er kannski bara geðþótti millistjórnenda og stjórnenda þarna sem ræður ráðningarstefnu, ræður hverja þeir vilja hafa með sér í hjörðinni og svona. Það er ekkert að útiloka það að sko, hvað maður segja, miðill eins og Ríkisútvarpið, hann gangi aðeins úr hlutverki sínu og hlutverki fari einmitt inn í þessa klúbastemningu með núlítandi fyrirkomulegi, ekkert síður en gamla fyrirkomulegi var ekki fullkomið. Nei, það er miklu meiri líkur að geðþótta. Af því að þú þarft aldrei að standa skil fyrir gagnvart neinum. Þú ert bara einhver sjálfstæð stofnun, fær alltaf þína milljarða, skiptir einhver máli hvað gerir. Öll gagnrýni skiptir bara einhver máli. Þess að þú ert alltaf þarna og alltaf með þína peninga og enginn getur gert þig ábyrga fyrir neinu. Já. Þetta er óeðlilegt umhverfi og þætti það í öllu öðru. Já. En menn eru samt algjörlega fastir í þessu og hvað þýðir þetta? Ég meina, ef ég er ég er nú stundum gagnrýninn fjölmiðla og ef ég væri að reka sjálfur fjölmiðl, einhvern einkamiðl, að þá var ég ekki að hugsa það hvaða pólitísku skoðanir einhverju einstakir fréttamenn höfðu. Kunnaðir það? Geta að skrifa texta? Geta að koma þessu frá sér? Það myndi skipta mig máli. Og getur bara yfir að skrifa íslensku sem er nú orðið mjög takmarkað sko. Þannig en þarna geta það bara gert í raun og veru hvað sem er. Já, sko, þú þarf líka það er mikill kostur að búa yfir einhvers konar reynsluheimi og greina inntak og kjarna í málum og að hafa minni og svona Það er menningaverðmætt inni í RÚV sko. Já, menningarhlutin er náttúrulega bara ríkisvaldið á það og getur það bara dreift því og veitt aðgang á því. En ég meina, þetta er rótgróin menningarstofnun, ég er ekki að segja það. En það er bara breytt í tímar í dag, finnst mér. Já, sko það eru margar spurningar í þessu. Ég þarf líka að ræða við þig eitt, að ef við myndum taka taka fjölmiðlastyrkina af einkareknu fjölmiðlunum. Já, í óbreyttu umhverfi. Í óbreyttu umhverfi. Það þýðir ekkert. Nei, það þýðir ekkert. Nei. Það er ágætt að vera sammála það vegna þess að þá myndu náttúrulega bara þeir eini lífa sem að... Það er bara, þá sýndu við kannski upp með 2 fjölmiðla, Ríkið og Árvakur.
hugsanlega. Já. Nei, ég meina, í þessu umhverfi gengur það ekki. Nei, það gengur ekki. Þannig að þú ert ekki að tala fyrir því sem sagt eins og kannski hefði mátt skilja af Nei, þegar ég tala útgjöld til fjölmiðla þá er það líka 7 milljarðar til RÚV, sko. Já, akkurat. En sumir fjölmiðlar hér á landi virðast ekki þrífast án þessara styrkja. Það er alveg ljóst. Og sama tíma þá liggur alveg fyrir að það er skekkja í því að einn tiltekinn ráðherra útdeili þessum styrkjum úr einum tilteknum stjórnmálaflokki. Já, það er líka mjög sérstakt. Það er náttúrulega alveg bara fáránleg stað. Þetta hefur allt svona geðþótta brag á sér. Já. Og sem er ekki gott. Eða bara ítur undir líkunar á að viðkomandi ráðherra fái silki meðferð hjá þeim fjölmiðlum sem eiga allt undir persónulegum ákvörðun ráðherrans. Já. Ekki satt? Jú, það er bara mannlegur eiginleikar. Ég minna að þetta er ekki gott. Nei. Þetta er bara einfaldlega ekki gott og og menn segja, ok, það verður ekkert kerfi fullkomið, við verðum að hafa eitthvað, má vel vera, en einhvern veginn finnst mér þetta ógegnsagt og tilviljunarkennt og hefur geðþóttar yfirbragði yfir sér allt saman. Og mér finnst það óþægilegt og mér myndi finnast það mjög óþægilegt að ég verði ráðherra sjálfur að vera bara í þeirri stöðu. Ég er nú bara þannig skapið farin allur svona geðþótti fyrir ill í mig. Já. Ég vil hafa einhverjar skýra reglur því sérstaklega þegar ég er að deila gæðum sem sko Jó og Gunna er að skaffa sko. Já. En mér heyrist við þá sko vera að tala RÚV frá 2 sjónarhornum. Annars vegar þá gerir þau mjög stórar athugasemdir við allt þetta fé og hvað Ríkisútvarpið er allt líkjandi í bullandi samkeppnisrekstri við alla einkamiðlana út allt. Stundum til þess eins að framleiða bara fyrirgefðu hundlélega þætti, þátt eftir þátt. Já, meðan aðrir þættir eru kannski alveg frábærir. Það er svona maður það væri getur gert eitthvað góða þætti. En það er semst annars vegar þetta með hérna miklu forgi og svo er stjórnunar vandi eða sem sagt það er staða Ríkisútvarpsins í því umhverfi sem hún er að eins og þú ert að segja, það er ekki aðhald. Nei, það verður aldrei aðhald því þú ert með svona fyrirkomulag. Þú getur gert það nánar bara það sem sýnist og svo er bara sagt, heyrðu, það er bara halla á sem við þurfum meiri pening. Hver myndi sjá aðhaldið ef við myndum minnka RÚV niður í 2 milljarða bara fréttastofu og menningarhlutverk? Í hverju myndi aðhaldið þá felast í því nýja kerfi? Hver myndi sína? Nei, ég myndi bara segja þá er þið bara á fjárlögum fengi stofnunin, breytt stofnun, 2 milljarða. Já. Og þeir bara geta rekið á því. Já, en eins og þeim sko var það ráðningarstefnu til að koma í veg fyrir einkaklúbs. Já, það er þetta vandið þú ert með svona stofnanir. Sem, veist, ég meina... Áður var það þannig sko að ríkisstofnanir þurftu að rökstyðja ráðningar og sá sem sóttu og ekki fékk, hann gat bara leita til dómstóla og það eitt út fyrir sig tryggði náttúrulega ákveðna fagmennsku hvað varðar ráðningar. Nú er þetta ekki lengur þarna. Nei, hvernig er þetta? Þú bara hringir í Jóa vinn þinn sko. Viltu ekki vera hérna með þátt á RÚV? Hvert laugardagsmorgun og hvert sunnudagsmorgun og svo er annað með þátt á einhverju öðrum tíma. Svo er þetta átt einhver bara reikningsviðskipti, það er að segja einhvers konar sjálfstæði verktakar. Þetta er allt bara handpikkað. Já. Ég held það meir og minna, það er ekki heyrðu, við ætlum að fá einhvern góðan dagskrárgerðarmann til að vera hérna með þátt í hverju viku eða 2 þætti. Hverju vilja, hverju sækjum. Það gerist ekki þannig sko. Sumpart dettur mann í huga gamla kerfið fyrir OHF þegar þurfti að rökstyðja ráðningar og fréttamannapróf fóru fram. Ég tók nýþungt fréttamannapróf einhvern tímann á síðustu öld eða eitthvað. Þá var þetta stofnun sko, ríkisstofnun. Já. En það liggur svona við að maður spyrir sig hvort það hefur verið betri tími. Já, ég er líka veltið fyrir mér. Sko, ég sé enga þörf á að Ríkisútvarp sé eitthvað OHF sko. Ég ekki skilja það með Landsvirkjun eða eitthvað slík fyrirtæki. En sem er og bankar sem er bara gilda bara almenn reglur, ríkið er bara hluthafi sko, gilda bara almenn reglur. En þessi stofnun er algjörlega sérstök. Og ég er ekki alveg áttað með af hverju það er. Nei.
og einhvern veginn geta menn bara algjörlega komast upp með það að bera ekki nokkra ábyrgð og nokkrum sköpum hlut. Menn hafa verið skammaði fyrir frá einhverjum hvort sem er umboðsmaður eða einhverju eða bara dómstólar. Þetta bara ólögmætt. Það gerist ekki neitt, sko. Menn bara halda áfram, gera sem þau sýnist og komast bara upp með það. En greiðir Reykjavíkurborg einhverja styrki til fjölmiðlana? Ég bara veit það ekki. Ég er bara ekki komið það vel inn í þetta. Ég efast það, þeir gerir það, en Er þá ekki bara loddarabragur á þessu? Það verður að segja, komist ég til valda sem borgarfulltrúi, þá Nei, ég var ekki að tala um þessi borgarfulltrúi, ef ég kem aftur í stjórnmáli. Já, meinar inn á þing? Já. Ertu kannski líka á leiðinni? Nei, ég er varaþingmaður, sko. Já, þú ert varaþingmaður. Þetta hefur ekki með borgin að gera. Ég segi ef ég á aftur kvæmt í stjórnmáli. Já, það var áður en ég lá fyrir að ég er í borgarfulltrúi. Kallar ekki borgarstjórnarmálin stjórnmál? Jú, en það er en ég var ekki að tala um það þarna. Nei, þú varst að tala um það lánu ekki fyrir að ég var í framboði því að skrifa þetta. Já. Þó að menn hefðu grunum það að það gæti orðið. Ég segi ef ég á aftur kvæmt í stjórnmálin að þá verður þetta mitt fyrsta verk. Þetta hefur ekki með borgarstjórnin að gera í sjálfu sér. Það er bara ég horfi á það bara sem kjörnir fulltrúar til að sjá og framkvæma lögbundið hlutverk sveitarfélaga og einblína á það. Mér hefur auðvitað fundist undanfarin áratugi menn vera að eyða svolítið orkun í annað heldur en lögbundið hlutverk að því menn þurfa alltaf að passa það að þegar við erum að sýsla með fyrir annara þá þurfum við að vanda okkur alveg sérstaklega mikið og það getur bara ekki verið þannig að við getum gert það fyrir einhverjum geðþótta. Ef ég ætla að úthluta til einhvers hóps, einhvers hagsmunafélags eða eitthvað, íþróttafélag eitthvað, þá verð ég að fá eitthvað í staðinn. Ég er að kaupa einhverja þjónustu fyrir borgarbúa. Annars ætla ég ekki að deila út fyrir annara. Nei. En ef það myndi gera skoðanakönnun núna meðal 63 sitjandi þingmanna róttækjabreytingar og RÚV, hvernig heldur það myndi fara? Ég held að það muni verða svona 60-40 RÚV í vil. Já, óbreyttu ástandi. Óbreyttu ástand. Og þú gagnrýnir það? Já, ég mænti að við sjálfslega verðum alltaf, við erum alltaf verið taugadar fólki, við erum alltaf eitthvað tauðan RÚV. Já, það hefur nú bara verið sagt einhver sjálfstæðismenn að þið verið sjálfur ráðaði hvað er ríkisútvarpið fjalli um. Við hefum engan áhuga á því. Þeir pirra okkur auðvitað, en allt í lagi með það, fullt af fjölmiðla, allir fjölmiðla pirra mig. Nei, við hefum reynt margsinnis bara að koma ykkur umræðu. Nei, meira að segja framsóknarmenn hafa algjörlega verið erfiðir í þessu. Þannig að við hefum kannski verið með eitthvað 30% fylgi en svo var það ekki meira. Við erum bara alltaf í minnihluti öllu þessu. Öllu svona sem gerðist eiginlega nema þegar Ríkisstjórn Davíðs fyrst með Jóni Baldvini og síðan með Halldór Ásgrímssyni gat farið ýmsa breytingar í samfélaginu þar sem við segjum bara þetta er ekki hlutverk ríkisins, ekki í nútíma samfélagi, kann að vera einhvern tíma forsendu fyrir viðtækjaverslun ríkisins en það er ekki lengur og við trúum því að enga framtaki geti gert betur úr sem ég held að hafi reynst vera þannig og ég held að við þurfum einfallega að allavega, það gæti vel verið að hægt væri á þingir í dag að menn myndu setjast með eitthvað niður og segja þetta ástand er óeðlilegt, getum við fundið einhverja leið, einhverja millileið einhvern veginn þannig að við getum tryggt að það sé eðlilega fjölmiðlun og menn séu ekki allir háðir þessu eina fyrirtæki menn hljóta ekki geta allavega að tekja umræðum. Svo viltu líka stór lækka framlög til stjórnmálaflokka? Já. Á hverju? Eins og fjölmiðlar eru stjórnmálaflokkar mjög mikilvægir í samfélaginu. Það er alveg rétt. En þetta eru samt frjáls félagsamtök. Auðvitað verður að borga rekstur þingflokks út komin inn á þing. En ég vil allavega hafa þannig að það sé ekki í þessum upphæðum og í þessu fyrirkomulagi dælt út úr ríkissjóði hvað þetta sé 600 milljónir á áskrunni. Þetta eru miklu peningar þó við séum minna heldur en 7 milljarðar þá er þetta miklu peningar og
En við getum hins vegar ekki gert það ef við bönnum síðan þessu frjálsu félagsamtökum að safna og höfum takmarkanir á því að það getur safnað. Þessi umræða var auðvitað mjög mikilvæg á sín tíma og þessi breyting verður á þinginu þegar ég þessi mikla breyting og ég var auðvitað þeirra skoðunar við höfum bara að fá að safna. Nei, menn sögðu það hættulegt lýðræðinu því að sumir flokkar hafa bara fyrirtækina bak við sig og þetta hættulegt lýðræðinu. Þá tekið upp þetta hámark, þá styrkjum, hvað er 400 skall eða? Já, 400 skall. Og þá segja menn, ok, þá verður ríkissjóður að borga munin á rekstur þessar flokka. En þetta er önnur umræða sem við þurfum að taka alveg sem er RÚV. Eins og við þurfum að taka allt það sem er útgjöld ríkisins til einhverja hópa. Er þetta allt sjálfsagt? Er þetta skil okkur einhverju? Á þetta geta flokkandi bara orðið sterkari ef þau þurfa sjálfur að afla? Nú er þetta með þessu fyrirkominu þá bara fjölgar flokkurum, allir sjá bara tækifæri sem ná sér í pening og ríkissjóði kringum einn mann eða eitt mál. Ég held að þetta sé ekkert hollt lýðræðinu, sko. Nei. Við erum ósammála sitt hvað. Ekki bridge. Ekki bridge. En það er framkvæmd rúvarana líka á yfirburðastöðunni sem þeir eru í sem að ég set mjög stór spurningamerki við. Ég myndi að gera það líka að ég væri fjölmiðlum á einkamiðli. Já. Og þessi yfirburðastað á ákveðin roki og svona þetta er ótrúlegt ríkisútvarpið með alla sína 10 milljarða. Það er eins og þeir líta á okkur sem keppinaut. Við erum hérna með 3 starfsmenn sem eru að reyna að sjóða saman efni. Við fengum held í 10 milljónir í fjölmiðlastyrk, þeir eru með 10 milljarða. Við erum reyndar með marga 10.000 áhorfenda hlustanda hverju viku, en samt skildi maður ætla ef maður væri í þessu burðarhlutverki fjölmiðlunar í samfélaginu eins og bara njóta þess heiðurs að vera starfsmaður á Ríkisútvarpinu, þá væri ein af skyldum hans að vera duglegir að lyfta öðru framtæki, frjálsu framtæki annarra fjölmiðla og eitthvað svona. Þeir hafa engan áhuga því. Herðu, einu sinni hafa þeir í fréttadeildinni sýnt því áhuga að koma hingað og við heldum ætluð að fjalla marathon sem við stóðum fyrir þá við unnum heila helgi dag sem nótt til þess að reyna að fá aðeins fleiri áskriftir bara til þess að halda áfram að koma út frá degi til dags. Það er snúið, sko. Það er erfitt. Og hvað heldur það hafa gert? Þeir þóttust að koma til þess að fjalla þetta marathon, svo bara í beinni útsendingu þá kemur ljós að þetta er fyrirsátt. Þeir eru að fara að grilla okkar talsmann hér út af einhverjum allt öðrum málum. Og ég vann nógu lengi á Ríkisútvarpinu til þess að geta sagt þér það, Brynjar, að þú getur ekki verið starfsmaður Ríkisútvarpsins, fréttamaður Ríkisútvarpsins og pantað viðtal einhvers staðar í beinni útsendingu fréttatímanum og siglt undir fölsku flaggi. Nei, ég geti bara sagt þér eitt, Björn. Sko, ef þið fengið 10 milljarða þessi stöð hér þá er ég sannfærður það að þið getur gert alveg jafn mikið á RÚV með miklu minni mannskap. Já, RÚV verður að gera betur. RÚV verður bara að gera betur en þú þarft ekki að gera betur. Það er enginn sem veit þér aðal, það er enginn sem getur hakkað þér, það er enginn sem getur þó að menn gagnrýni, það skiptir einhver máli. Þetta umhverfi finnst mér allir að hljóta sjá að gengur ekki til lengdar. Jafnvel þó þau séu bara uppteknir því að verða að vera ríki verða að reka ljóseinkamiðil, þá geta menn samt ekki fallist á það að það sé þetta umhverfi sé allt í lagi í dag. Þá er eitthvað mikið að en munum fyrst það. Já. Þau gáttu gert kastljósviðtal hlaðvarp Dr. Fútból en þau hafa aldrei sagt frá því að það er komið ný sjónvarpsstöð dagskrárgerðar stöð sem að hefur haft mikil áhrif í samfélaginu. Það eru nokkur ár síðan og það getur vel verið að umdeilanleikin hafa einhverju leyti sprottið að því að það koma pólitíski peningar frá ríkinu til sósíalistaflokksins og þannig byrjar þetta ævintýri. Sumir hafa sagt þetta nú meiri djöf spillingin að það sé bara hægt að búa til fjölmiðil.
fyrir einhverja peninga frá ríkinu. Ég hugsa að Gunnar Smári myndi sjálfur segja, heyrðu býtu, hvað gerir þið við peninga? Við bjöggum þó allavega til fjölmiðil og nú er búið að slíta á þessi fjárhagstengsl, það kom ekki lengur inn í peningar gegnum ríkið, þannig að við erum bara að reyna að hvað maður að segja, rýbranda sem Já, það er bara erfitt í þessu umhverju, sko. Já, en þetta er eiginlega alveg með ólíkindum hvað stóri bróðir sem ætti að vera stór og sterkur, hvað hann fer oft í það að sko líta á litla keppinu, litla fjölmiðla á engamarkiði sem ógn. Já, hann áauðvitað og sérstaklega ef þeir gagnrýna það. Hann áauðvitað ekki að hugsa um þessi einhverja keppinu sem hann þarf að jarða, sko. Nei. Og þú getur ég leiftir það í þessari stöðu sem þeir eru í og þeir ættu það bara frekar að segja við ætlum bara að ýta undir fjölmiðli landinu, bæta hana og gera hana öflugri af því við fáum alltaf þessa peninga úr ríkissjóði en andrúrslofti að það er ekki þannig, sko. Nei. Já, það virkar þannig á mér. Já, ég er sammála. Og ég meina ég auðvitað vil bara sjá öflugan fjölmiðlamarkað eins og öllu öðru. Og mér er alveg saman að menn sé að bladra eitthvað sem ég er fullkomlega ósammála og ég meina við íhaldsmenn höfum aldrei verið að móti því, við erum bara eiginlega elskum það þegar menn eru sérstaklega mikið vandur með við okkur, sko. Það er fátt betra en grjótörður rökræða, sko. Nei, ég meina það er það sem maður hefur áhuga á, að geta tekið einhverja rökræðu, því að auðvitað sko stjórnmál og alltaf snýst alltaf um að sannfæra fólki í landinu hvað sé nú best og þú eru að fá að vera í rökræðinni, þú þarft að hafa aðgang að þessu öllu saman og miðlarnir er að gera þetta eins vel og þeir geta, þannig að eins og sé alltaf Jó og Gunnar geti tekið einhverja afstöðu, sko. En menn er einhvern veginn bara svona og ég á þetta, ég má þetta, ég get þetta og þú skiptir einhver máli, sko. Og það auki hefur við meira vit en þú, sko. Ég held að það sé skortur og raunverulegu sjálfströsti. Ég held að það sé einhver ótti, þetta er einhver sjálfsveit, sko, þetta er einhver fælni og það er eitthvað að. Það er eitthvað að innan hús. Það að fá sálfræðing til þess að fara yfir þetta, sko. Herru Brynjar, rétt í lokin. Eitt orð Davíð. Hvernig var þér við þegar þú fregnaðir frá fallans? Ég bara var fyrir talsverðu áfalli því að þetta kom bara óvænt. Við áttum svo sem ekki mikið samskipti við Davíð en við spjöldum við hittumst. Hann hringdi einu sinni í mig, kom mér óvart og þegar ég ætlaði að hætti í stjórnmálum eftir ég tapaði í prófkjör í Sjálfstæðisflokks 2021 og ætlaði bara að kveðja að þá sé ég bara, þá hringir Davíð Oddsson. Það bjóra mjög stutt og einfalt. Þú ert ekki að fara að hætta. Og það var með því samtalið að nánast loki við það og ég hætti við að hætta. Þannig að þetta er náttúrulega stórbrotin karakter, sko. Og ég er ekki allir vita allir hvað hann var raunverulega mikil humanisti, sko. Hann mátti nú eiginlega ekkert sjá, sko, í raun. Það var svona kall sem auðvitað tók erfiðar ákvarðanir, sko, því að hann var sannfærður það var réttar þá fyrir heildina. Og alveg tilbúin þau átök, sko. En ef hann sá eitthvað sko, þá lagði hann mikið á sig til að reyna að greiða götu þeirra. Og ég man þegar ég heyrði honum, sko, þegar hann þetta er einhvern tímann áránum 80 eitthvað, hann er búin að vera kannski borgarstjóri 3 eða 4 ár. Það var svona viðtalsþáttur í útvarpi við borgarstjóra, sko, helstu málefni í Reykjavík, sko. Og menn gátu hringt inn og spurt, sko. Hann vissi allt. Hann þekkti hver einustu hraðahindrun. Hver einustu framkvæmd sem var að gera í borginni. Hann var algjörlega inn í öllum málum. Og mér skildist að hann var bara með borgarlögmann, borgarverkfræðing og borgarendurskoðandann. Þetta var bara teymið. Það var bara fundir hverju morgni eða einhverja daga vikunar. Farið í allt sem var að gera. Og svo þetta bara, já, það þarf að flýta þess, það þarf að framkvæma þetta, það þarf að framkvæma þetta. Framkvæmda maður, hann talaði ekki bara, hann framkvæmdi. Og auðvitað sagði sjálfur, auðvitað þú lítur baka, einhverja ákvarðanir voru kannski ekki réttar, eða ekki það bestu. Það er ekki hægt að taka allar ákvarðanir. Það er ekki allar fullkomnar og stjórnmálmenn verða átt að sjá því. En menn þarf að hafa sjálfstraust og kjarkin. Ef hann vantar, þá gerur ekkert. Alveg sama hvað þú bladrar góða hugmyndafræði, sko.
Þess vegna býður þið fram núna? Já, ég auðvitað þannig sko, ég get alveg tekið slagi og ef ég kann alveg að hlusta sko, og ég átti mig alveg á stundum byrja ég einhverstað röngum enda sko. Og svo kemur bara einhver gáfaður og segir, ef að hugsa þetta og það finn ég bara, ég var á röngustað. Kemur einhver gáfaður? Já, eða einhver sem kannski veit meira því að sko, við höfum tilneyingu til þess að hafa einhverja skoðun sem auðvitað ekki alltaf ígrunduð. Hún bara tilfinning og svo þarf þetta að kunna hlusta. En ef ég komin einhverju niðurstu eftir ígrundað og eftir að tala við marga, þá vil ég framkvæma hana. Og því ég samfæra hún til góðs. Fyrir okkar samfélagið, okkar sveitafélagið eða bara landið allt. En þú lendir alltaf einhverju mótvundi eða einhverju mótstöðu út í samfélaginu fyrir öllu. Þá þarf þetta að hafa kjarkin og sjálfsveits að framkvæma þetta engu að síður. Þrátt fyrir að garga það. Hann gat það. Og ég held að ég geti það líka. Já, ég búin að taka marga slagi. Ég fengi alveg yfir mig guðsuna og alls konar svívirðingar. Hagga mér eiginlega ekki, sko. En ef þú ætlar að vera í stjórnmálum, þá gerur ekki gagn að hafa sjálfslust og kjark. Einmitt. Og þeir má ekki vera sama. Og þú verður að hafa hugur ekki til þess að standa fyrir umdeildum ákvörðunum. Nákvæmlega. Annars kemur þetta bara í baki setna. Og ég hef alltaf sagt, þeir stjórnmálamenn sem eru tilbúin að taka þess að erfiðu, en svona flestir vita að þau séu nauðsynlegar ákvarðanir og fá yfir sig bara mikla óánægju og þeir eru kannski bara kosnir út næst. Þá segir ég, ok, þú gerði gagn. Þú náðu þó að gera gagn, þó að fyrirlin hafi verið stuttur. Hressandi að spjalla við Brynjar Níelsson, takk fyrir komuna. Takk sem leiðis. Og áfram göngu við göttuna, kæri hlustendur og áhrendur, nýr kafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og er með góðan gest hér í sætinu hjá mér, Eygló Harðardóttir, fyrrverandi ráðherra og já, núna ertu, hvað má ég titla þig? Ég er verkefnastjóri afbrotavarna hjá ríkislögreglustjóra og síðan að því að við ætlum að tala hér aðgerðir hana gegn börnum, aðgerðir vegna ofbeldis meðal barna og gegn börnum, að þá er ég líka formar aðgerðarhóps á vegum stjórnvalda, þessu 4 ráðuneyti standa að varðandi heildstæða aðgerðaáætlun. Þannig að þetta er svona kannski svolítið langur inngangur, en það er bara spurning hvað þú vilt velja. Já, sko, þú ert hingað komin til þess að ræða, meðal annars þessa stöðuskýrslu sem að koma út núna á dögunum, ofbeldi barna og svo ráðstefnu sem að verður haldin á morgun. Kannski byrjum á skýrslunni. Það er svona ýmislegt sem að er nokkuð svona jákvætt það er virðist í þessari stöðuskýrslu. Það eru einhverjar breytingar. Það er talað að vopnaburður í skólum hafi minnkað allavega á meðan 8. bekkja barna úr 3% í 1% bara á einu ári. Þetta hlýtur að teljast ótrúlegur árangur. Vil kannski vera frekar varkár af því að þessi aðgerðaáætlun er til 2 ára. Og hún alltaf kom ekki að góðu. Þannig að árið 2024 þá voru 3 börn sem voru myrt og það sem held ég að við slegið sló okkur bara öll, hvert einasta líf sem fór þarna, en kannski ekki hvað þess að var náttúrulega andlát Bryndís og Klöru á menningarnótt. Þannig að það var þegar búið að taka ákvörðun það að fara í ákvörðun aðgerðir því við höfum haft áhyggjur af svona auknum tilkynningum og alvarlegum málu sem hefur verið að koma upp, slagsmálamyndbönd sem börn voru fann að deila. En síðan var raunar bætt í og þannig að tekin ákvörðun það að það væri skipaður sérstakur aðgerðarhópur sem ætti að fylgja eftir 25 aðgerðum
yfir 2 ára tímabil og þetta eru sem sagt bæðið alltaf tala fjölda aðgerða en síðan eru við líka þarna með þá margar aðgerðir undir einn aðgerð sem við erum að telja þarna. Þannig að við erum búin að vera að taka svona punktstöður, skoða ýmsa tölfræði og svo þetta önnur stöðuskýrslan sem hópurinn gefur út. Og þannig að þar leiðandi viljum við ekki fullorða mikið en það eru svona ákveðna vísbendingar sem eins og segja fyrst sem skiptir okkur mestu máli það að það var ekkert barn myrt árið 2025 og síðan erum við að sjá þarna líka að allan að þegar kemur á könnunum það sem við erum að spyrja börnin sjálf að þau segist verða fyrir minna kynferðisofbeldi, eru að upplega minna heimilisofbeldi eiga, það aðeins fleiri börn sem segjast eiga eitthvað tröstan sem þau geta sótt hann að leita til í sínu nánast umhverfi, tröstan fullorðin. Það kemur á lögreglunni að þá sáum við að það var allan á vísbendingur það var fækkun vopnaútkalla hjá sérsveitinni og líka síðan að það voru þá færri börn einstaklingur undir 18 ára sem kom við sögu í þeim málum. Það eru, eins og kemur fram, það eru auðvitað áskorunni framundan og það eineltið. Það nú mál sem ég held að hafi verið í DFF helgina. Þetta var hansi ljótt mál 11 ára stúlku þar sem að krakkar jafnvel úr öðrum hverfum voru að taka þátt í ofbeldi og taka upp og þetta eitthvað svona sem að við höfum verið að sjá aukast. Eitthvað svona sérstök ástæða fyrir því eða eitthvað svona, skoðuðu þetta eitthvað sérstaklega? Það kemur fram í gögnum hjá Íslenskum æskulýðsrannsóknum að það aukning hjá yngri börnunum. Það yfirleitt bara, við getum hort langt tilbaka, þá svo hæsta tíðni eineltis þannig að 5., 7. og 7. bekkur, svo fer það lækkandi. Það líka mælist hærra hjá drengjum og það sem kom svolítið, svona maður brá svolítið við núna að sjá nýjustu rannsóknar að það veruleg aukning og hún fyrst og fremst meðal drengja á þessu aldursbili. Þeir eru líka segjast verða meira fyrir líkamsárásum sem þá væntanlega tengist þessu einelti en þannig að ég held að þetta segir okkur það að við þurfum að gera betur þarna. Við náttúrulega sjáum það líka bara þegar kemur á svona stafrænu birtingamyndum ofbeldis að þar, þó að það hafi farið lækkandi samkvæmt þessu rannsóknum, að þá erum við ennþá að tala 2 stiga tölur. Þetta langhæðsta tíðni þar af þeim brotum eða þeirra ofbeldishegðun sem við verðum að spyrja eða áhættuhegðun meðal náttúrulega barna sem eru ekki sakhæf undir 15 ára og þannig að það eru svo sannarlega áskoranir en á samaskapi hins erum við líka að sjá það að skólar sem eru til dæmis að taka þátt í verkefnum á vegum miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem kallað heillaspor. Það sem svona verið að innleiða svona áfalla með nálgun í skólastarfi sem byggt með skotskri fyrirmynd. Það sem sýnt sig að ef við erum að horfa til raunar og reyna átt okkur betur á því af hverju barn að sýna frávíkjandi hegðun, hverju aðstæður og reyna að mæta þeim með þessar nálgun að þá erum við að draga úr líkum á því eitthvað neikvætt gerist og ég held að það líka verið að horfa til þess bara hvernig þú byggir upp menninguna og samfélagið inn í skólanum. Við vorum að ræða hérna áðan bara samskipti við foreldra, hvað það skiptir miklu máli. Þannig að þetta sé samfélag, þannig að við erum að taka þá utanum börnin við þar aðstæður sem eru þarna og horfa til hvað við getum gert til þess að þeirra vinnustæðar sem skólinn og þeirra svona félagslega umhverfi sé bara sem mest jákvætt og uppbyggilegt og ég held að miðallan það sem við erum að sjá núna að bara reynsla þess hversu jákvæð viðbrögð við erum að frá skólunum sem eru í þessu þróunarverkefni að þá vonum að sannarlega við séum að fara að sjá núna þessu árið 26 enn fleiri skóla að taka upp þetta verklag og horfa til þess að líka annara verkfæra sem að koma núna fram hjá miðstöð menntunar og skólaþjónustu bara virkilega búið að vera mjög lærdómsríkt fyrir mig náttúrulega komandi úr mínu umhverfi með félagslegan bakgrunn og svo lögreglan að sjá hvað verið að gera á vegum þessara nýju stofnunar og í samstarfi við skólasamfélagið og þannig að ég held að það verður mjög spennandi að sjá framþróun á þessu ári. Þegar þú talar svona tæki til þess að nota, ertu að tala bara eins og til dæmis símabannið sem í mikill umræðu?
Ég held að það sé eitt af því sem við náttúrulega getum ekki mælt, við vitum það sumir skólar sem hafa sett sér reglur, það verið að gefa ráðherra heimildir, skýrar heimildir til að setja reglur slíkt. Mér skilst líka að það verið að skoða hvort það sé rétt að setja skýrari aldursviðmið og hækka þau þegar kemur að notkun samfélagsmiðla sem ég persónulega styð en við erum þarna að bara tala raunar hvernig við getum látið starfsfólk skólanna að hafa betri verkfæri og það líka hluti náttúrulega bara því að halda áfram að innleiða að farsældina að því að skólan hjartað í farsældinni þannig að börnin eru áfram í skóla þó að þau séu jafnvel í mjög miklu vanda og þess vegna skiptir svo miklu máli að við séum öll hin kerfin séu raunar að koma inn og vinna með skólanum og vinna með börnunum, vinna með fjölskyldunni eins og hægt Þannig að ég nefndi heillaspóraverkefnið, það líka síðan annað verkefni sem ég mjög spennt að sjá hvernig mun ganga eftir förunindi barna sem einmitt líka að hugsa snýrun að efla foreldrafærni hjálpa foreldrum í samskipti þá við börnin sín og raunar að stýða þau með þessu bestum hætti. Og síðan kannski vil ég nefna líka annað verkefni sem spóra samstagsverkefni á milli Reykjavíkurborgar og ráðuneysins sem kallað MEM sem snýri með það að við erum með svo aukin alltaf hærra hlut alltaf börnum með fjölbreyttan bakgrunn, með erlenda bakgrunn og það MEM-verkefnið sem eru brúarsmiðir sem eru að vinna með skólum upp á það hvernig sé hægt að koma þá betur til móts við foreldra sem eru að koma þó úr öðrum skólakerfum, börn sem hafa kannski fengi bara mjög takmarkaða skólagöngu það sem byggu áður og þannig ég held að þetta sé eitthvað sem á eftir að skila okkur verulega langt áfram að Nú verður ég að spyrja, til fjármunir í þetta? Ekki alltaf svona þannig að það forgangsröðin við erum þessar aðgerðir sem við erum með eru fjármagnar núna árið 26 þannig að þróa það sé mjög skýr áhersla hjá stjórnvöldum það að hagræða og ná hallalösu fjárlögum núna á næsta ári að þá eru þau ráðuneyti sem standa þessu að hafa verið að forgangsröða fjármagni í þetta og síðan stundur líka náttúrulega þannig að þetta sé ekki alltaf bara spurningu þá þú eru að bæta við fjármagni heldur bara hvernig við nýtum það og það eru 4 ráðuneyti sem standa að stýruhópnum fyrir aðgerðaáætlunina þannig að það mennta- og barnamálaráðuneytið sem skipar hópinn, svo erum við dómsmálaráðuneytið, svo erum við líka með heilbrigðisráðuneytið og síðan innviðaráðuneytið sem skipað þennan stýruhópa ásamt mér og síðan erum við með fjöldan allar stofnunum sem koma síðan að aðgerðahópnum sjálfum og það sem kannski erfitt að fjalla í stöðuskýrslunni eða hvernig þú mælir það en bara það að þú ert komið með svona fjölbreyttan hóp að þá allt í einu það opnast bara einhverjar leiðir stundum og við lærum meira það hvað það sem aðrir að gera, hvað virkar við erum kannski með verkefni sem bara býtu við erum verkefni hér og svo annað verkefni hér og þau eru kannski svolítið sambarleg þannig að kannski tengi þau bara saman og svo verða bara einhverju magna hlutir sem maður heyrir ekki af og bara allt í einu erum við komið þangað þannig að það það sem líka það gegnugangandi gegnum allar þessar 25 aðgerðir áherslan á þverfaglega samvinnu. Þannig að það sé engin einn sem að gera þetta. Og það eins og bara að fá að nefna annað verkefni sem risaverkefni sem búin að vera í undirbúningi núna allt þetta ári að það verið að huga hefst núna bara held ég í næstu viku að þá að vera að gera tilraun á því að skima að það mikilvægt þáttur náttúrulega í lífi barns heilsuvernd við erum með skólahjúkrunarfræðinga fyrir hvert skóla og þannig að huga því hvort það sé hægt að skima þá eftir vanlíðan eða ofbeldi og tryggja síðan þá að ef slíkt uppgötast því að ég held að margir foreldrar kannast alveg við það að barninu manns líður illa þá leitir að freka kannski til skólahjúkrunarfræðings en til kennara eða einhvers annars að það sé þá leiðir fyrir skólahjúkrunarfræðingar að vísa málum áfram og tryggja barninu þá þjónustu sem það þarf að halda og það stendur þá til að setja á fót með Bryndísarhlíð við Landspítalann það sem verður hægt að grípa þessar tilvísanir og halda utan það og þetta síðan verkefni sem ég tel að sé einmitt svo mikilvægt að sé unnið síðan einmitt í mjög nánu samstarfi við mennta- og barnamálaráðuneytið við barnaverndarkerfið og síðan líka að hafa í huga að þó að heilbrigðisþjónustan eða barnavernd sé að sinna barni
þá barnið áfram í skóla og þannig að þú þarf þá að tryggja sérst að skólanir séu þarna með í samstarfinu og svo ég gleymi nú ekki íþrótt æskulistarfinu. Svona takes a village eins og sagt er. Það í alvöru þannig. Það bara hugsar út í það, að bara að við búum eyju en við erum ekki eyland, hvert og eitt og það skiptir okkur bara svo miklu máli sem manneskjur að við finnum að við tilhörum og það er það sem ég finnst undir kannski svona í tengslum með samfélagsmiðlana og þennan raða í nútíma samfélagi að við erum of duglega að bara loka okkur af erum fyrir fram að skjáinn notum bílinn eins og úlpu svo ég tala stundum svona B&M og þau eru afsakað á bíkóvæðingu á görðum, byggjum við setjum við steipum fyrir utan hjá okkur og helluleggjum og svo byggjum við tregirðingar draugum fyrir gluggana og höldum að það hugsalega kannski auki öryggi okkar en svo sjáum við rannsóknir hins vegar að það er kannski jafnvel virkar í hina áttina að við töpum tengslum og við töpum samkennd og það held ég að skiptir svo rosalega miklu máli og að til þess að búa áfram í friðsælasta og öruggasta samfélagi lands heims sem Ísland er. Þú talar svona foreldrastuðning og ég held að það sé bara óhætt að fullyrða að foreldrar upplifa það. Ég veit að ég get talað fyrir sjálfa mig að ég upplifaði það þegar ég flutti hingað frá útlöndum með barnið mitt að ég var svolítið ein í heiminum. Það var einhvern veginn, það var lítið svona skipulagt starf í kringu foreldra, það var lítið tengslanett einhvern veginn á milli, það var kannski einhver sem að tók það á sig að stofna Facebook-grúpu en þar var nú yfirleitt bara eitthvað svona týndu vettlingur umræða og einhvern veginn, engin svona tengsl. Núna erum við þetta stækkandi fjölbreyttara samfélag og það eru ólíkir hópar sem að þurfa kannski svona, misjafna nálgun. Er þetta eitthvað sem þið hafa verið að skoða sérstaklega? Já, það eru allan að 2 aðgerðir sem ég vil nefna sem það sem kemur stuðningu frá mennta- og barnamálaráðuneytinu. Það er annars vegar bara starfsemi heimili og skóla og þau hafa verið að fylgja eftir verkefni sem heitir farsældarsáttmálinn þar sem þau hafa farið inn í skóla og þar sem árgangar eða bekkir eru að gera svona samninga sín á milli það bara varðandi samskipti sem sett á foreldra við skólan og við börn hvers annars og þannig búið til samning það sameiginlegan samning og síðan en kannski svo nefnir að stundum er þannig að þeir foreldrar sem mæta foreldrafundina sem eru að halda eru kannski þeir foreldrar sem við höfum kannski minnstar áhyggjur af en ég held að það skiptir samsumar og við séum ekki að tala það niður heldur, það skiptir svo miklu máli því það eru þá þessi foreldrar sem mögulega geta þá teikt sig til annara, taka upp síman að bjóða fólki að vera með við höfum jafnvel séð að foreldrar hafa verið að taka upp foreldraröld sem á tímabilinu náttúrulega því við vorum ekki lengur fyrir að sjá börnin okkar leika úti en það er kannski hluta því að breyta þessu að því að þessi kom þarna í gegnum það er líka þessi tengs að tala á milli foreldrarna sjálfa þá þekkir foreldra hana vina barna þeirna hverjir eru í bekknum og verðmæti sem félast í þessum félagslegum tengslum geta verið svo gífurlega mikilvæg og þá eins og að tala að fólk sem hefur þá ekki sama bakgrunn að það er sama, það skiptir máli að fá fólk inn í hópin og þannig að hver og einn líka upplifði það skiptir máli og getur síðan lagt eitthvað fram það er líka síðan að við sáum það bara hluti bara af COVID aftur áhrifin að netinu og bara breyttri hegðun að það var þannig að það var að grafa undir foreldrasamstarfinu. Þannig að þess vegna er það stuðningurum við heimili og skóla held ég að skipt mjög miklu máli og það er annað verkefni síðan sem hefur líka fengið stuðningina undir áætlunni sem er samanhópurinn sem hefur lagt sérstaklega áherslu á forvarnir vegna áfengis- og vímuefnavarna en eru að leggja upp með þessa vendandi þætti sem er samvera fjölskyldunar og það felst ekki í því að þú ferð í sumarútilegu og þú ert í einu hornin að drekka með félöðunum og svo einhver annars og börnin einhver stór annar staðar heldur að þessi raunverulega fólk sé saman og sé að nýta tíman með jákvæðum hætti og það var eitt af því sem var lögð mjög mikil áhersla á frá samanhópnum er það til dæmis bara þýða efni sitt yfir á fleiri tungumál eitthvað sem við mörg hver ólust upp við sem er útvistatíminn að það sé lögbundin útvistatíminn fyrir börn og það er ekkert endilega eitthvað sem fólk þekkir frá öðrum löndum og þá er náttúrulega mjög mikilvægt að koma framfæri þeim upplýsingum
og við líka síðan að því að eins og ég sagði, ég starfa náttúrulega sem verkefnastjóra afbrotavarna hjá ríkislögreglustjóra og eitt af þeim verkefnum sem lögreglan hvað stoltust af uppbygging á samfélagslöggæslunni og við höfum alveg fundið það að víða fólk sem kemur lengar frá að þá bara bara mikið vantraust og óvend því að það sé ef lögregla sést þá hlýtur það bara að vera eitthvað neikvætt. Já, það sé erfitt að treysta stjórnvöld í hópi flótta fólks meðal annars. Já, og þannig að það var svona hugsunin bara þegar var verið að fara á stað með samfélagslöggæsluna og byggja hann upp eftir mikið niðurskurður sem lögregla þurfti að fara í gegnum eftir bankahrunið það sem var dregið verulega og forvarnastarfi mjög víða að þá verið að byggja þetta svona upp með þessum hætti í gegnum samfélagslöggæslu og það kjarnin að byggja upp traust að við vitum það að það kannski ekki mikið svo getur skilið eftir með heimsókn það sem tekur hálftíma með samtali og aðeins að sína beltin og búningin og annað en það sem við erum að vonast til að skilja eftir það er þetta traust og þegar þú ert í vanda að þú mögulega stoppir tekur upp síman, ringir 112 segir kannski frá ef að félagið lendir í vanda að þú sér tilbúin til að stoppa og eiga samtal þá við lögreglunum það hvað gerðist og þannig að það hugsunin þar að hjálpa og koma í veg fyrir að slæmi hluti gerist. Hvernig að því að þú talar svona saman og samveru barnafólks, með datt bara í hug, það auðvitað ekki allir sem komast í sumarbústaði eða geta farið í löng frí með börnin sín. Það eiginlega bara alveg staðan og einmitt í þessum jaðarhópum oft fólk sem að vinna hreinlega á myrkrun á milli. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að koma stuðningi inn á þannig heimili þar sem að foreldrarnir eru mikið frá vegna vinnu, krakkarnir eru kannski mikið einir heima og það eru jafnvel lítil tengsl við nágrannana og nærsamfélagið. Ég held að meira sem við þær aðstæður að því að maður hugsa kannski tilbaka með sjálfa sig að móðum ég var 16 ára þegar hún átti mig og 17 ára þegar hún átti bróðum minn og þannig að þó ég hef aldrei hins vegar upplegað það að við byggjum við fátækt en það sannarlega var ofta ekki kannski mikið til og ég held að þar hugsa maður til þess að já, þú vinnur langa vinnudag en bara samveran. Ég held að við vannmetum á sig foreldrar það að stundu vilja börnum með okkar bara fá að vera með manni og við þurfum ekki að vera að gera kannski svo merkilega hluti. Það að tilfinningi sé það að við þurfum endilega að fara og gera hluti sem kosta mikið. Það sé stundum ekkit endilega sem vera að kalla eftir. Heldur að þú hafi þá kannski tíma til þess að bara fara út og rölta, fá börnum með þér. Spila spil, sparki bolta og eiga þessi samtöl og sína börnunum bara það, hvað varst að gera, hverju vinniðin hvernig gekk, segja frá því hvernig gekk á þér og það er það sem við höfum bara mikla trú á og við sjáum bara rannsókn eftir rannsókn hvaða skiptir miklu máli og síðan náttúrulega líka það að alveg, við getum verið með foreldra sem gera allt sitt til að halda vel utan börnin sín óhað efnahagslegum aðstæðum að því við líka sjáum náttúrulega börn við mjög góðar efnahagslega aðstæður sem geta lent í mjög miklu vanda að þá líka horfa til umhverfisins í heilsinni þannig að það eins og til dæmis bara verða fyrir kynferðisbroti sem við sjáum til dæmis mjög hátíðinni hjá ungum stúlkum en líka drengjum getur haft verulega áhrif á líðan þeirra það verða fyrir einelti það að mátast ekki inn í hópinn getur haft verulega áhrif þannig að það er það sem líka þannig að við séum þá þannig til staðar og ég skal alveg viðurkenna það að ég hef mjög mikla trú á farsældinni og það sem maður hugsa stundum það að það eru kannski þeir foreldrar sem eða fjölskyldur og þau börn sem þurfa mest að því halda sem hafa ekki fengið að njóta góðs af þessu lögum en það er hluti af þau áherslunum innan aðgerðahópsins og aðgerðaáætlunin það að við tölum svona eins og hjá okkur lögreglunum börnin okkar sem eru annarkvort hafa brotið framið gert eitthvað sem gæti mögulega eða voru hann fullorðin myndi varða við lög eða þá að eða eru þolendur slíks og þannig að hvernig getum við tekið saman og stutt þau og hjálpa þeim út úr þessum aðstæðum og til þess að koma í veg fyrir að við endum ekki á bræðilegum stað eins og við sáum það þegar við vorum 24 með börn sem höfðu framið
gert hryllilega hluti og munu þurfa að lifa með því alla ævi. Já, og svo þetta sá hluti. Það þetta mjög mikilvægt að mæta þeim börnum með í ákveðni mildi líka. Það nefnilega, aðgerðaáætlun snýr meðal og gegn börnum. Þannig að við erum að horfa bæði til börn sem eru þolendur og sem hafa síðan sýnt mjög krefjandi áhættuhegðun eða framið mjög alvarlega verknað. Og þeir eru með ráðstöfnu á morgun. Já, þannig við erum ekki að fókusera þar á börnin, heldur að það ríkislögregglustjóri sem að skipuleggja og halda utanum landssamráðsfund gegn ofbeldi og afleiðingum þess fyrir hönd félags- og húsnæðismálaráðherra og þetta í annað sinn sem embættið lögreglan fær að vera með svona velferðarkerfinu í að skipuleggja ráðstöfnu þegar kemur á ofbeldismálunum og þannig að þetta verður. Það fullt hjá okkur á morgun, með þess að fleiri búin að skrá sig en við vorum búin að áætla og síðan þannig að við verðum í streymi þannig að þeir sem voru ekki búin að skrá sig geta fylgst með okkur núna líka á öllum helstu fréttamiðlum. En það kannski svona lokum að því að við vorum að tala ofbeldið þetta svona heildrænt og við vorum kannski búin að vera að skoða svona síðustu vikur fósturkerfið og þá ofbeldi fullorðina í garð barna og ekki þá bara börn sem beita börnofbeldi heldur fullorðin sem beita börnofbeldi og svo afleiðingar þess. Þetta eitthvað sem að þið eru það að skoða sérstaklega? Fyrir með svona tilliti til þess að fósturúrræða og þess sem að við höfum kerfisins sem við bjóðum fólki upp á. Það eina aðgerðunum undir aðgerðaáætlunin eftirfylgni við framkvæmdaáætlun í barnavernd og þar endurskoðun á barnaverndarlögunum. Þannig að ráðherra hefur bara verið mjög skýr það að hún hyggst leggja til breytingar á barnaverndarlögunum. Við erum hins vegar á landssamráðsfundinum að því að þeir sem náttúrulega að stíga fram eru karlar sem voru drengir þegar þeir urðu fyrir áföllum og ofbeldi í æsku og þannig að það verður einmitt á einni vinnustofunni að þá munum við fjalla sérstaklega drengi og karla sem þolendur ofbeldis og þar verður annar á lögmönnum bakka okkur strengjana sem munum koma þar og tala fyrir hönd sína skjólstæðinga eða sína upplifun af því að hafa verið að aðstoða þá. Og við verðum líka þarna náttúrulega með fulltrúa þá stjórnvalda sem munur ræða hvað við þurfum að gera betur og þarna eru ábendingar því að ég held að við sáum það bara þjóðin í heilsinni var bara mjög slegin yfir þessum frásögnum. Þannig að annars bara hvað það sem við getum gert til þess að stöðva þennan ofbeldisring að koma í veg fyrir að ofbeldið endurtaki sig, hvernig við getum tryggt að þolendur fái nauðsynlega aðstoð til þess að takast á við áfallið. En líka bara að fósturbönd hafi eitthvað svona neyðarheimil inn á fósturstofnunum sjálfum. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að fara yfir bara það verklega og það reglur sem snúa sér stað ekki bara að við erum að tala fóstur, heldur almennt bara hvað kröfur erum við að gera til þeirra sem að veita þjónustu gagnvart mjög viðkvæmum hóp. Og ég held að það veri mjög framfaraskrif þegar geðeftirlitsstofnun var sett á stofn. Ég held hins vegar að það þurfi að efla hana verulega þannig að hún hafi bara fjármagn og starfsfólk til þess að sinna sínu hlutverki. En ég held að líka síðan að ég fann það alveg að þú myndir að stína á mína fortíð að þegar ég var sín tíma að heimsækja sveitafélögin sem bera ábyrgð á barnaverndarþjónustunni, bera ábyrgð á félagsþjónustunni að hvað var svona pínu óþægilegt stundum að finna hvað var mismundi mikill áhugi á þessari þjónustu gagnvart í fólki sem í hvað viðkvæmustu stöðu í samfélaginu og þannig að ég held að það sé orðið löngu tímabært þó að aftur að það sé mögulega tekið til endurskoðun á félagsþjónustulögin. Ég hefði viljað það, ég gerði ekki þannig að vonandi erum við að sjá ráðherra sem geta bætt þar úr og gert miklu betur en því að þetta er þá fólk sem við bara verðum að tryggja það að svo þjónusta sem við verum að veita sé eins góð og hún mögulega getur verið. Við munum hins að væntanlega aldrei koma í veg fyrir það að slæmi hluti gerast en við skulum allar reyna að gera betur en við erum að gera í dag.
Takk fyrir þetta kærlega, Eygló Harðardóttir, og gangi ykkur vel á morgun. Ég hlakka til að sjá hvað kemur út úr ráðstefnunni og að fylgjast áfram með þessari vinnu því að það er svo óbúslega gott og ég held mikilvægt líka að fá góðar fréttir af börnunum okkar. Við fáum svolítið mikið af vondum fréttum líðan barna í samfélaginu en þetta er allavega, þetta lítur ágætlega út. Ég vil kannski líka þá bara að fá lokum að segja það að sem betur fyrir sjá það í gögnum okkar að mjög stór hluta af íslensku börnum hefur það bara mjög gott og líður mjög vel sem ætti þá að gefa okkur meira svigrúm til að hjálpa þeim börnum sem þurfa aðstoð að halda og fjölskyldu þeirra. Akkurat, takk hérlega fyrir þetta og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Já, komið þið sæl. Þá er það fyrsti þátturinn í Hallveigu sem ég kalla þáttinn Hallveigu því að hér koma eingöngu konur til að tala við mig. En eins og þið vitið þá var Hallveig Fróðadóttir fyrsta landnámskona Íslands. Ég nú fengið áskoranir fyrir að halda nafni sem ég var með á Sprengisandi þegar voru eingöngu konur og þá kallaði ég Skessuhorn, líka í göllum við það. En þannig að Hallveig er nafnið. En til minni konur Kolbrún Halldórsdóttir, Jódís Skúladóttir og Sirrí Hallgrímsson. Verið bara allar velkomnar. Takk kærlega. Herri, þú, Kolbrún, þú myndir mig á það bara alveg óvart að það er alþjóðlegu baráttu kvenna framundan. Já, hann verður á sunnudaginn 8. mars. Já. Og við sem störfum fyrir heildarsamtök launafólks, við erum nú vön að fagna og það verða fundir í vikunni víða. Við hjá BHM erum við fund í Norræna húsinu, morgun verður fund á föstudagsmorgunin. Þar sem við ætlum að fjalla tiltekna þætti í baráttunni því að þetta er endalaus barátta. Já, en hvað sko, ef við lítum bara yfir myndina núna, þá eru konur í bara öllum mestu áhrifastöðum í Íslandi. Og hvað vantar? Það vantar menningabreitingu og það er nú svolítið erfitt að breyta menningu með lögum eða reglum. Við þurfum að aða okkur sjálf upp í því að breyta hugafari sem síðan breyti menningu og það er flókið því að við erum margskonar og erum komin úr ýmsum áttum og vaksin upp úr ólíkum jarðvegi og ef við horfum bara til okkar eigin land að þá hefur nú þokast og Ísland mælist hátt og bara meðal hæstu landa á jafnréttisvogin í alþjóðlegri jafnréttisvog en það er ekki þar með sagt að við séum komin alla leið því ennþá búa konur við kynbundin launamun ennþá eru það þær sem eru útsettari fyrir ofbeldi heldur en karlar og það eru margir þættir enn sem við þurfum að taka betur á en eins og ég segi meðan við látum dropan falla þá hólar hann steininn og þá höldum við að árangur muni á endan nást og hann gerir það. Jódís, ætlar þú að taka þátt í baráttu-fundum? Það getur alveg verið að ég kiki á föstudaginn á Kolbrúnu og félaga í Norræna húsinu en þetta er svo mikilvægt sem Kolbrún að segja sko, af því að ég heyri þetta gríðarlega mikið. Býtu hvað, er ekki konur komin með öll völd og tögl og haldir hér í öllu? En ef við horfum á til dæmis bara vinnumarkaðin, þessar svo kölluðu kvennastjettir, launamismunun, kynbundið ofbeldi, það er svo víða pottur brotin það að við höfum átt fyrsta forsetan í henni Vigdísi var auðvitað gríðarlega stórt skref en ef við hefðum bara stoppað þar og sagt bara já sjáuði Ísland með hvern forseta og svo bara haldið áfram þetta er alveg eins og Kolbrún er að lýsa þetta er svo djúpur menningarlegur vandi sem við sjáum líka í stjórnmálunum, í atvinnulífinu, í stéttarskiptingunni. Við sjáum þetta svo víða þrátt fyrir að við séum komnar með vaskar konur til valda á ýmsum stöðum. Þá hefur menningin ekki breyst að samanskapi. En Sirrí, hvað segir þú? Já, ég segi að það er náttúrulega ánægju og gleði efni að Ísland er að mörgu leyti til fyrirmyndar í þessum efnum en ég tek undir það að við erum ekki komin á þetta alla leið og þar ber hæst að nefna þetta launamismun
og þá spyrir maður sig sko, hverjar eru ástæðunar. Nú erum við með konur í helstu valdastólum hér. Það er forsetinn, það er forsetisráðherrann, það er ráðherrafjöldi rektorar, það er biskupinn og það, þú veist, og við getum í raun og veru ekki sagt núna sko, heyrðu, þú veist, það þarf að breyta einhverju hérna og kenna einhverjum öðrum Við erum núna með þannig stöðu að við eigum sjálfar að geta gert þær breytingar og þær menninga- og viðhorfsbreytingar og líka breytingar í kerfinu sem þarf til að útrýma sem mér finnst vera aðalatriði eru jafnrétti á atvinnumarkaði og þessi launamismunur. Og auðvitað, þú veist, er alltaf eilíf barátta, kynbundið ofbeldi og það allt saman, þú veist, en það eru náttúrulega, það er marglaga og eru margir aðrir þættir sem fylgja því, það eru, svo vorum að tala hérna áðan, aukin eiturlyfjaneysla eða eitthvað slíkt sem að hefur auðvitað áhrif líka. En nú erum við í stöðu til að gera eitthvað og þá, ég meina, það var sett á sínum tíma jafnlaunavottunin. Ég er ekki hrifin af henni. Mér fannst allt í lagi að prófa það, þú veist, en hún er dýr í framkvæmd og hún skilar, finnst mér ekki árangri og ég held að það sé útsýðum það. Þess vegna er nú sama manneskjan og vann að því að komin á að taka henni tilbaka og það þarf hugrekki til þess og mér finnst það flott. Og þá ef að einhverjar svona tilraunir virka ekki að þá er hægt að bara prófa eitthvað annað og við eigum að hafa hugrekki til þess. Ég velti því líka fyrir mér að því þú varst að tala kvennastéttir og sem eru nú svona flestar í þessum umönnunar greinum og þær eru allar bundnar auðvitað við kjarasamninga og hvar er, þú veist, hlutverk kjarasamninga í þessum launamunni kvenna, þú veist, ef að hvort að það sé eitthvað sem að, þú veist, eitthvað kerfi sem þarf að endurskoða. Ég meina það nú hafa stéttir rifið sig út úr kjarasamningum og orðið svona sjálfstæðari í sinni launabaráttu og það hefur skilað miklu meiri árangri sem dæmi. Ég veit nú ekki alveg sko, hvað sér ég að vísa í þarna en það sem við erum að díla við í heildarsamtökum launafólks eru náttúrulega þessar fjölmennu kvennastéttir í þessum greinum, umönnunargreinum, heilbrigðisgeiranum, menntageiranum og við höfum séð það í svona djúpri könnun sem gerð var fyrir BHM núna bara í haust að háskólamenntuðum konum gengur bara illa á vinnumarkaði að ná launum sem eru sambærileg við laun karla. Háskólamenntaða konur, þeim hefur fjölgað gríðarlega mikið en þær ná samt ekki í meðaltalslaunum nema bara svona að jafnast á við karla með stúdentspróf, skiljiði. Og það þýðir að háskólamenntun, sérstaklega háskólamenntun kvenna, er bara ekki metin til launa í kerfin okkar. Og það sem hangir á þeirri spýtu, að því þetta er mest einkeipi stéttir sem við erum að tala þetta er ekki fólk sem getur samið launin sín svona one-on-one eins og er hægt að gera ef þú ert á öðrum markaði, þá er þetta fólk sem að verður að semja fyrir í stórum samningum og það eru kjarasamningarnir sem við höfum og þeir hafa nú fleytt okkur ansi langt. Þannig ég myndi nú vara við að við förum að afnema þá eða breyta þeim eitthvað. Ég bara velta þessu upp sem, þú veist, ég meina kannski er kjarasamninga umhverfið eitthvað á eitthvað tátt í því að halda niður þessum heildarlaunum kvenna. Þetta eru opinber störf og ríkið er náttúrulega bara að reyna að fjármagna ríkiskassan eins og við þekkjum sem höfum nú sest inn á Alþingi. Það er eilífur barátta að reyna að afla tekna fyrir hið opinbera til þess að geta staðið strauma þessu stóra kerfi okkar. Og nú skulum við gá að því að Íslendingum hefur fjölgað yfir 20% á bara síðasta áratug eða rúmlega það. Og það er rosalegt álag á alla okkar innviði, á okkar velferðarþjónustu, á skólakerfið, á heilbrigðiskerfið og innviðirnir eru bara í skuld. Við höfum bara ekki geta sett nægilega mikið af fjármunum inn í þessa innviði okkar. Ekki getað eða ekki viljað. Ekki afla nægilega mikið að tekna eða hvað það er. Til þess að við getum sagt að við getum að innviðirnir standist þessa áraun sem að fólksfjölgunin er. Og mér líka sko að því að þú setur þetta svona upp að þarna sjáum við líka þennan tvíþætta vanda. Við sjáum annars vegar sko kynjamunin, kallar versus konur á vinnumarkaði. Hins vegar sjáum við opinbera kerfið versus enga og þegar hún er að tala bara sem tölum íslensku, hún tala háskólamenntaða konur, að kona sem að kemur út sem hjúkrunarfræðingur
er bara aldrei að fara að standast snúning í launabaráttu og rúmlega 20 strákum með stúdentspróf sem fer að vinna í stóriðju, laxeldi, einhverju slíku, þar sem að þú getur samið kaup og kjör að mörguleiti og þannig að þú veist þarna, og þetta líka þessi hluti af menningu okkar. Í hvernig samfélagi viljum við búa í karllægu samfélagi þar sem auðvelt að komast og fá starf fyrir mikla peninga sem að hallar þá inn á enga markaðinn eða viljum við hafa hér kerfi sem að þjónar öllum sem að þarf menntað fólk í sem að, ég er ekki að segja að þú eru ekki menntað fólk í enga geirann, alls ekki en ég er að segja að þú veist til þess að halda uppi þessum grunn kennslu, heilbrigðisþjónustu ýmsum störfum í rannsóknum og þróun og öðru þá hinn opinberi markaður hann stendur svo höllum fæti í samkeppninni við þetta. Ég að ég nú karl, þá get ég svona að það svona 40 ár síðan að einhver samdum laun fyrir mig. Að bara ég sá bara það sjálfur. Mér langar líka kannski árétta þarna kannski liggur svona smá líka viðhorfsmunur og að ég held eins og við sjáum bara því að tala menntakerfi og heilbrigðiskerfið í þessu samhengi að þá, og við erum að tala launamál að ef við skoðum svo þá þau fyrirtæki sem að starfa og eru svona, myndu segja vera í einkarekstri eða einkarekin í þessum geira. Meina, hver eru launin þar versus launin hjá opinberu stofnunum sem eru að sinna sama hlutverki og kannski og þetta eru auðvitað miklu stærri umræða heldur en hægt að taka hér. En ég meina, ég segi bara að það hefur það verið kannað? Já, ég meina það má allavega að skoða ef að við erum búin að vera föst í sama farinu eins og við erum búin að vera í áratugi í kjarasamninga umhverfinu, þú veist sem að einhvern veginn og kvennastéttirnar eru með lægri laun. Af hverju má þá ekki endurskoða hvernig væri hægt að endurskoða það út frá bara öðrum sjónarmiðum eða ætlum við alltaf að spóla í sama farinu og segja bara að það vantar meiri fjármagn hjá nú opinbera og við erum bara lítil þjóð þannig að það er bara svo margir sem að standa undir skattbyrðinni peningarnir vaksa ekki trjánum þeir vaksa ekki hvorki á engamarkaðinni í opinbera markaðinum Nei, en þess vegna er verðmætasköpun mikilvæg Já, en það er líka annað sem við verðum að horfa til við erum auðvitað með fullt af sjálfstæð starfandi heilbrigðisstéttum, ég meina við erum með sjúkraþjálfara við erum með sálfræðinga sem að gera samninga, ekki kjarasamninga, þeir gera samninga við sjúkratryggingar og það eru öðruvísi samningar heldur en gerðir eru við kjarasamningsborð en það eru enga síðu samningar á milli aðila, sjálfstæð starfandi aðila og sjúkratryggingar sem eru fjármagnar og opinber fé. Þannig að hið opinbera kemur alltaf meira eða minna að þessu. Ég meina, auðvitað til enga klínikur sem eru bara gaglegar til síns brúks. Ég meina, við getum nefnt auglækna eða tannlækna sjáum við til. Ég meina, þetta er bara, við höfum verið með blanda kerfi alla tíð og við erum ekki svart eða hvítt. Við erum ekki annarkvort eða heldur alltaf bæði og við sem erum að starfa fyrir svona stjettir eins og þessar sem starfa innan heilbrigðiskerfisins, við þekkjum orðið alveg dýnamíkina í kerfinu og þetta er ákveðin lagkaka og það þarf bara að vinna eftir ákveðin parametrum í hverju lagi fyrir sig. En við langar til að nefna af því að 8. mars er undir og er á leiðinni, við erum að nálgast, þá ætlum við núna á föstudaginn í BHM að beina sjónum okkar að mæðrum á vinnumarkaði og að því við vorum að tala um menningu og svona það hvernig við getum breytt hugarfari og hegðun okkar, þá hefur verið gerð nýlega alveg ótrúlega gagnleg rannsókn sem að átti sér stað í, það var meistaraprófsverkefni konu sem var að vinna í, ég held ég megi segja að það hafi verið hagfræði, ég er ekki alveg viss þó, Una Margrét heitir hún og hún gerir rannsókn á því hvernig tekjur mæðra þróast við barneignir. Það er greinlegt að tekjur mæðra detta ansi mikið niður við fyrsta barn og svo áfram við annað barn og þriðja. Það er detta og karlmenn detta aðeins niður líka með að taka fæðingarorlofið. En svo er merkilegt að karlarnir ná sér aftur inn á ákveði spor sem er í raun og veru sporið sem þau byrjuðu bæði á, karlinn og konan byrja svona nokkurn veginn jöfn á vinnumarkaði, en konurnar detta niður og ná sér aldrei aftur upp í kurvuna sem karlarnir geta haldið. Þetta þýðir að yfir ævina, ef þú skoðar ævitekjur kvenna eða mæðra, þá eru þær alltaf lægri
heldur en karla vegna þess að þær taka miklu meira af byrðunum við það að eiga barn og koma barni til manns. Hvað sem það er 1 barn, 2 eða 3, að þær fara þá jável í hlutastörf í lengri tíma, þær slá karriérnum sínum á frest, fara jável í einhver önnur störf, yfirgefa sína framabraut og fara eitthvað annað. Og þetta er mjög augljóst merki og þetta ætlum við að fókusera á föstudaginn kemur í Norræna húsinu og þetta held ég að sé mjög forvitnilegt að skoða, því þarna held ég við getum tekið okkur á. Já, ég trúi því. Má ég skjóta inn hérna einu sem ég var að hugsa eftir að hlusta á hana Sirri, að sko varðandi að því að hún leggur mikla áherslu á sko þetta jafnrétti á vinnumarkaði, að það skiptir mig máli að halda því til haga að kynbundið ofbeldi er gríðarlega stórt mál og það á sér stað í öllum stéttum og það er sama hvort þú ert rík eða fátæk eða mentuð eða ómentuð og sko ég hugsa að ég væri tilbúin að taka á mig launaskerðingu gegn tryggingum það að afnema kynbundið ofbeldi. Þú veist, mér finnst við ekki geta gert lítið úr því að þetta er gríðarlega stórt vandamál á okkar litla Íslandi og á heimsvísu og eins og staðan er í heiminum í dag, nú eru stríðsátök og þau eru að magnast, konur líða gríðarlega fyrir þá hugarfarsbreytingu og þá hörku sem er að vaksa í heiminum. Þær kynbundnu ofbeldi er beitt sem vopni í stríðum. Konur á flótta eru sérstaklega útsettar, þannig ég verð að koma þessu að þetta er ekki eitthvað svona náum hérna launajafnrétti og svo getum við fyrir að glíma hitt. Við munum held ég ekki ná launajafnrétti nema við vinnum þetta samhliða sko hugmyndafræðinu stöðu kynjanna. Óháð menntun, óháð stéttustöðu. Hvernig með ykkur sem hafa verið á þingi? Var kynferðislega áreitni þar? Já. Og kynferðislega mismunur líka? Ég veit ekki hvort ég hef upplifað það en sko kynferðisleg áreitni, kynferðislegt svona brandarar, niðurtalti kvenna, svona kallar eiga frekar sætið eða stólinn. Ég er gamall kall sem búin að vera lengi á þingi, þú ert einhver ung nýkomin, þannig að bara þegar þú ert sæt eitthvað, þú veist, þetta er svona andrúmsloft, þetta er svona menningalegt, þetta er ólíkt eftir flokkum, þetta er ólíkt eftir aldri fólks, en ég held þú getur farið inn á flesta vinnustæði á Íslandi í dag og alþingi er ekkert undanskilið, að því miður þá er þessi menning bara í okkar einhvern veginn, hún lagast mikið, hún breyst mikið, hún tekið margar byltingar og margar rökræður og eitthvað, en hún er alveg ennþá til staðar. Ég vann einu sinni með manni sem að nokkur eldri ég mörg var síðan og hann var á næsta skrifborði við hliðina á mér og hann var svo ofbóðslugu káari. Hann var alltaf láttu mig í friði og enda með ég gafst upp á undan stelpunum og sagði bara viltu hætta svo helvíti. En þetta getur líka meitt okkur kalla það Okkur finnst þetta ekkert þægilegt að ykkur úr okkar hópi þá? Nei, bara alls ekki og mjög margir ef við vísum aftur í þingið að þar voru bara fullt af mönnum sem höfðu áhyggjur af bara býtu, er hann að grínast? Hvernig hann hafa sér, þú veist, og það er ekki allir kallar eins og máltæki segir, en meðan að við höfum umburðarlyndi fyrir ákveðnum viðhorfum, setningum, bröndurum og þá er þetta að má ekki neitt og allt það, þetta er þetta bara, þú veist, flókin umræða. Fyrir nokkrum ára síðan, þá var það þannig að þegar konur voru taka svona fram úr með háskólamenntuna og þetta og þá þetta enda með að konur bara stjórna öllu og það er orðið þannig, núna eins og æðstu póstum í samfélaginu. En má ég spyrja ykkur hérna, ég ætla nú að tala hana, hvað finnst ykkur afstöðu Björns forsetamanns að fara ekki til meilinu í Ég hef enga skoðun á því. Nei, ég finnst það bara frjálsa því að segja nei. Já, ég menna hann bara,
hann, þú veist, ef hann vill ekki fara þá bara fer hann ekki. Ég sagði, ef hann vill ekki fara þá bara fer hann ekki. Mér finnst það ekkert eitthvað. Það hans val. Það hans val. Eins og segir, þetta ekki eitthvað skylda og mér finnst það bara... Finnst þú þetta lítið mál? Mér finnst þetta skemmtilegt. Já, mér finnst þetta svolítið skemmtilegt og ég náttúrulega ekki sérstakur aðdáandi forsetahjóna Bandaríkjanna. Nei. Og mér finnst hver vikan og hver mánuðurinn sem líður í valdatíð Donald Trump gera heimsmyndina ókvænlegri, skelfilegri, íta undir kynjamisrétti, bara allt þetta hinsegin fordóm, bara allt sem við erum að tala hér gegn. Og ef að manneskja hefur val að þiggja eitthvert boð til þeirra hjóna, og ég skil það að það myndi vera öðruvísi fyrir Höllu líklega, þó ég myndi verða hana mikið fyrir að afþakka boð, en hann býr ekki við sömu skyldur eða hefðir eða slíkt, þannig að mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt að hann afþakki. Ég veist að þú ert í svona embætti þá að ég var bara að hugsa út frá því sem þú varst að segja, ekki endilega út frá þessu boði, en þá er það auðvitað samt þannig að það er ekki bara þínar persónlegu skoðanir sem að þú ert í embætti og þú ert í ákveðnu hlutverki og þú verður auðvitað, og embættið hefur það hlutverk að gæta hagsmuni Íslands og passa upp á samskipti alþjóðlegu og allt það og svo eru alls konar fólk við völd út allan heim eins og við sjáum núna og aflenga þess og þá þú þarft auðvitað samt að sitjast við hliðin á einhverjum sem þér líkar ekki og þú ert ekki sammála og gera það fyrir hönd þjóðarinnar og því bara í því hlutverki sem þú ert, en mér fannst þetta búið ekkert vera þess eðlis. Nei, en svo höfum við líka í gegnum tíðina séð bara man ekki eftir neinu akkurat konkrétt dæmi, en bara í gegnum söguna þá hafa ákveðnir einstaklingar staðið upp og hafnað að taka þátt í hefðum og reglum og bara mér ber skylda til að taka í höndin á þessum eða gera þetta eitthvað svona, en þegar að fólki óháð kannski persónlegum skoðunum, bara þegar staðan er orðin svo óbærileg að þá getur það líka verið virðingavert að fara gegn hefðinni, fara gegn fjöldanum og segja, heyrðu, ég get ekki brotið brauð með fjöldamorðingja, skiljiði. Hún er það náttúrulega ekki forseta frá. Nei, ég er ekki að tala um þetta dæmi, en ég er að tala um bara í gegnum söguna þegar við höfum haft alls konar diktatora víðan völl í gegnum áratugina og árhundruðin og stundum hafa einstaklingar og hlotið ýmist fögnuð eða bátt fyrir. Því þetta hefur alveg víðtæk áhrif, eins og til dæmis sagan af Ólafi Ragnari þegar hann afturkallaði, hvað var það, orðuveitinguna til ameríska sendiherrans, var það ekki þannig? Og sem gerði það verkum að Bandaríkjamenn móðguðust verulega út í Ísland og við fengum eiginlega aldrei svona sendiherra á því kaliberi sem við höfum haft í nokkur ára á eftir, og þannig að þú veist þetta skiptir máli, þetta hefur áhrif. Já, ég ger ekkert lítið úr því. Það er líka hægt að fara hérna mjúku leið. Það er veist fyrir mér saga sem að ég upplifði þegar ég var á þinginu, sennilega 2007, þá þurfti Sólveig Pétursdóttir sem þá var forseti Alþingis að endurgjalda heimsókn í þing Sádi-Arabíu. Og nú voru góður á dýr og Sólveig hugsaði sig þessum. Svo tók hún þá djörfu ákvörðun að fara með sendinefnd sem eingöngu var skipuð konum. Og hún valdi í hana þingkonur sem voru bara allir flokkum og ég var svo heppin að vera valin í þá ferð. Og svo var lögfræðingur eða ritari af nefndasviði Alþingis sem fór með okkur líka sem var kona og þarna fór hún með 5 eða 6 konur í opinbera heimsókn inn í þetta karlavíi sem að þingi í Sádi-Arabíu og þeir voru náttúrulega í stökustu vandræði með hvernig það að fara með okkur og hvert átt að fara með okkur og hvað þetta að sína okkur og svona. En þeir gerðu þetta nú líka
líka vel, en þetta svona, mér finnst þetta að vera svona til marks um það, maður getur líka oft komið sjónarmiðum sínum á framfæri með svona mjúkum hætti og svona bara, en maður bara nógu hugmyndaríkur. En ég tek alveg undir með Sirri að því að við sjáum það byrtist eitthvað mynd að Kristrún taki höndina á einhverjum eða forseti Alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir eða hverjum tíma og svo byrja kommentir, já, það slitna nú ekki slefan hérna á milli við svikara eitthvað, að þetta ekki svo einfalt að þú getur alltaf bara, nei, ég ætla hérna ekki að mæta þarna, en mér finnst þó línan liggja að við þurfum ekki að vera að mæra einhverja runda, sko. Nei, það er náttúrulega alveg skelfilegir atburðir að gerast í heiminu núna. Já. Vissulega. Maður sér ekki fram á hvernig þetta bara endar allt saman og hver skipti sem maður vaknar bara með kvíðahnút, hvað búið að gerast. Nú allir hættir að tala um Venezuela, maður veit ekki einu svona stöðuna þar. Nei, hvað þá Gaza, sko. Og svo Gaza, já, og að því að það er bara komið eitthvað nýtt stríð sem að verðist nú bara stigmagnast. Já. Þetta er algjör hryllingur og þetta Þannig nefnilega saklaust fólk sem verður mest fyrir skólabörn. Það var nú fyrsta dæmið. Það er nú gömul sagan í hverjir eru fórnarlömb í stríði. Það vinnur engin stríð. Það er einhvern veginn þannig. Það er bara svoleiðis. Og það sem við kannski gerum svona varnarmekanismin sem fer á staðir í raun og veru þá við reynum þá bara að gera hlutina vel hérna heima hjá okkur. Já, en samt sko til erum við svo öllu saman. Þetta er sami hnötturinn og við búum á og þannig bara sko að sjá bara kort að þessu, hvað er orðið þétt. Sko. En við búum nú vel, við erum bara eiga hér, frekar vel staðsett upp á þetta varðar. Þó við síðan myndum kannski ekki segja kannski varðandi veðurfar og annað, en við erum með okkar auðlindir, við erum á fisk, við erum ferskt vatn, við getum rækt á okkar grænmeti, við erum með ódýrt rafmagn og miklu orku. Ég læt nú vera hvað það er ódýrt fyrir heiminum. Og við erum nú því miður ekki nægilega sjálfbæri matvæli, sko, þannig að við getum gert margt betur heima hjá okkur. Við getum örugglega gert margt betur, en það sem ég á nú við er að ef allt fer á versta veg, að þá erum nú vel betur búin en margir aðrir. Það sem veikumann er náttúrulega er ekki endilega það að við verðum beini þáttakendur í svona ófriði, en við skulum samt ekki gleyma því hversu margir Íslendingar létu lífið í heimsstyrjöldinni síðari. Ég meina, okkar sjómenn voru út á Reginhafi í gríðarlegri hættu og ég man ekki hvað mannfallið var mikið, en það var óheyrilega mikið með fólksfjölda. Það fyrsta sem var sagt við mig þegar ég fór í Slíðsarfnarskóla sjómanna fyrir landslöngu og þá var það að hlutastlega fórust fleiri Íslendingar í seinni heimsstyrjöldinni heldur Bandaríkjamenn. Með að höfða tölu, ég sé eitthvað svona tölur, ég kann ekki fara með þær, en þetta, þannig að eins og ég segi, og þess að vekur þetta manni vissulega og allt getur þetta einhvern veginn komist nær okkur heldur en það er akkurat í dag. Já, mun gera það þetta því að við erum í NATO og við erum með völlin hérna, þessum að herþotur eru á æfingum og eitthvað, og fyrir norðan, ég var fyrir norðan daginn og þá bara voru herþotur þar að æfa. Já. En svo það líka, sko, ef að ráðast á Grænland, sko, hvort það verið þá frá herstöðin í Keflavík eða Miðnesheiði. Hugsið ykkur Sturlunar, sko, förum 10 ár aftur í tíman, hefði einhver geta, ég er að þessari kynslóð og sjálfsagt við flest hér sem að höfum lifað bara lengsta friðarskeið Evrópu, að þetta er svo óraunverulegt. En þetta er í ljósi sögunar miklu raunverulegra ástand heldur en friðartímar. Og það er rosalega ókveikjandi. Og svo finnst manni náttúrulega kannski sárast af öllu þegar að kemur til valda ríkisstjórn í Bandaríkjunum sem er innréttuð eins og hún er núna, að hún skuli leggja sig í líma við að veikja alla alþjóðlega samstöðu. Og hvernig ráðist hefur verið að frumkvæði Bandaríkjastjórnar á Sameinuðu þjóðirnar og það starf sem er unnið innan Sameinuðu þjóðanna, sem er náttúrulega afleiðingin af friðarsamningunum á sínum tíma, að hvernig þau eru að rífa þetta allt saman niður, það finnst manni náttúrulega bara svo mikill ábyrgðarhluti að lama Sameinuðu þjóðirnar og stofnanir Sameinuðu þjóðanna með þessum hætti og fara svo bara með ófriði land og álfur. Þetta er bara rosalegt og alþjóðlegur virta vettugi. Það er ekkert verið að hugsa um það að almenningur eigi ekki að vera skotmark í stríði. Það er bara vaðið yfir full force, eins og maður segir. Þetta sýnir, sko, hinn
gríðarlega styrk Bandaríkjamanna og í hvaða stöðu þeir hafa verið og í raun og veru hvað Evrópa, og við höfum nú áður farið yfir það, hefur sofnað að verðinum og önnur lönd að leyfa Bandaríkjunum að taka þennan sess. Þú veist, þeir standa undir mestum kostnaði hjá Sameinuðu þjóðunum og þeir svona geta þeir einhvern veginn komið með þessar kröfur. Mér skilst nú að þeir hafi skuldað Sameinuðu þjóðunum mest. Það hefur verið mjög erfitt að innheimta fjármunina en þeir gengust þó við því að hafa skuldað á sko. Já, en þeir hafa samt staðið undir, þess vegna fóru þeir fram á að Evrópuþjóðirnar myndi greiða meira. Af því að þeir hafa verið að standa strauma mestum kostnaði hinga til. Og það er það sem hann er að breyta núna, en þetta er náttúrulega, þú veist, þetta gerir það, þú veist, það sem ég er að tala um í sögulegu samhengi, sko, hvað við höfum, og í raun og veru Evrópuþjóðir hafa leyft Bandaríkjunum að ná svona þessum sterka sessi, síðan allt í hennu kemur þar maður til valda sem er tilbúin að beita. Fjármunirnir eru notaði sem kúgunarvald á þessar stofnanir og það náttúrulega alveg rosalegt. Ég vil ekki kalla það styrk í krafti þessara fjármuna sem að Bandaríkin hafa vissulega haft yfir að ráða. Heldur gerir Anetta þannig, þetta er gert þannig að veikingin kemur mjög fljótlega í ljós og síðan er kynjeláti fylgja kviði og farið með ófriði inn í þau lönd sem þeim dettur í hug. Og þarna er sko bara brjálæðislegt kúgunarvaldaverki en ekki styrkur. Þetta er líka sko... Þú þarft náttúrulega að hafa styrk til þess að geta beitt þessu kúgunarvaldi. Já, ég meina hvaðan kemur hernaðarstyrkur Bandaríkjanna, hvaðan koma vopnin, Svíar, sko þetta er svo flókið og þetta er svo ruggluð heimsmynd. Að þú veist við erum að setja pening í eitthvað hjálparstarf og stuðning og ýmislegt með annari hendinni en við erum að setja pening í vopnaframleiðendur sem viðhalda og eru þeir einu sem græða því sem engin græður stríði, jú vissulega eru það vopnaframleiðendur sem græða á tá og fingri og hérna við erum rosa bæjas í að ætla að vera á báðum pólum og varðandi stofnannar að þú veist þetta er svo víðtækt, það eru loftslagsmálin, það eru heilbrigðismálin, sko heilbrigðisráðherran þeirra er náttúrulega alveg kapituli út af fyrir sig, þannig að þetta er svo víða það sem er verið að mylja niður sko áratuga uppbyggingu alþjóða samstarfs til þess að halda einhvern veginn svona global dæmi en svo finnst mér líka bara svo áhugavert og ég hugsa það síðan ég var á þinginu að þú veist, ég fekk svo oft þessa spurningu og ég sé hana líka oft alveg sama hverju við völd, hvort sem að forsætisráðherrann hét Katrín eða Bjarni eða Sigmundur eða hver. Af hverju breytir hann ekki bara þessu? Af hverju bannar hann ekki bara þetta eða leyfir bara þetta? Og þá var ég svo ofta að reyna að útskýra að því að það setur fordæmi. Eftir einhver ár verður einhver allt annar á sem stól og ef við erum búin að opna fyrir svona einræðistilburði þó okkur langi að breyta til hins betra hérna ef einhver einn forsætisráðherra tekur eitthvað á skarið og keyrir eitthvað bara í gegn þá erum við búin að setja fordæmi alveg eins og við sjáum í Bandaríkjunum að ýmislegt sem að ríkisstjórn þar getur notað og þeirra potentátar fara eftir einhverjum kanulum sem voru byggðir hugsanlega í átt að betri heimi eða þótti góð hugmynd á þeim tíma styttaferla eitthvað, lækka eitthvað og gera eitthvað og við sjáum þetta hér á Íslandi að þegar við erum að tala um að hérna eins og í orkumálunum að styttaferla, þú veist, meiri hérna hraða í öllu og minna eftirlit og eitthvað. Þetta heitir eitthvað á pappírunum, en hvað þýðir þetta fyrir íslenska náttúru? Hvað þýðir þetta fyrir jafnrétti okkar, fyrir hvert tekjurnar fara? Þú veist, mér finnst þetta líka mjög áhugaverð pæling. Hvernig margir af þessum núna stóru köllum út í heimi geta keyrt svona hratt inn í hörmulegt ástand? Hvar voru viðvörunarbjöllurnar og hérna dembrunnin sko. Einhvern veginn ímynda maður sér það að það er ekkert stríð á mínu lífstíma sko. Þetta er búið að vera ágætt sko. Svo er þannig allan í Evrópu. Svo núna er þetta allt gjörbreytt. Já, svo getum við borið saman sko stríðið í Úkraínu við það sem Bandaríkin er að gera. Hvað er svona ólíkt við innrásir inn í fullvalda ríki? Ég veit ekki hvort að það er hægt í svona þætti að analysera það með neinum hætti sko. Það sem að
mér hefur fundist ágætt að einfalda þetta niður í mínum huga, sko. Ég held að stjórnvöld hvar í landi svo sem geta ákveðið annarkvort að fjárfesta í ófriði eða fjárfesta í friði. Og valið hefur verið að fjárfesta í ófriði, í vopna uppbyggingu og búa til eitthvað ógnarjafnvægi. Það meðvitað val. Algjörlega. Ríkisstjórna víða heim. Því miður. Og veröldin hefur kannski aldrei verið laus í stríð, skilur ég, þó að við höfum ekki orðið vör við þau hér. En þetta komið óþægilega nálægt okkur þegar það eru kannski okkar nánustu bandamenn sem hafa verið, sem eru orsakavaldar og gerendur í þessu öll saman. En síðan bara eins og sagan sýnir. Þú veist að bara alltaf með reglulegu millibili komast einhverjir til valda sem að kunna ekki að fara með völd og misbytta valdi. Og þannig að því bara áhugavert, þú veist, einmitt að fjárfesta í stríði eða fjárfesta í friði, það kannski má segja að Evrópa hafi gert það. Hún hafi fjárfesta í friði, ég meina það var svona kjarnahugsunin með Evrópusambandinu til dæmis, en það, þú veist, og svo bara koma hérna til valda, þú veist, hérna Putin og Trump og einhverjir sem eru einmitt tilbúnir í ófriðin bara hvar sem hann í boði og eins og með þessari nýju innrás hérna til Íran, ég meina flestir sérfræðingar, ekki þóri ég að leggja mat á það sjálf, en flestir sérfræðingar sem að maður að hlusta og segja að það sé engin svona haldbær ástæða fyrir þessari innrás. Þannig að það sé svona ekki frekar en Afganistan og Írak Nei, ég meina það sé það furðulegasta við þetta. Ég meina þú ert að reyna að einhverju friðaviðræðum og reyna að koma á friði hérna við Gaza og á því svæði og svo í Úkraínu og þá ákveður bara allt í einu að ráðast inn til Íran og taka við Venezuela. Þú veist, þetta svo ódreiknanlegt og rugglað, og Grænland einhvers staðar inn í miðjunni. Já, og meira segja helstu sérfræðingar í þessum efnum kunna ekki skýringar á hvað hér í gangi. Þannig að en kannski bara bursið frá því að þá þeir sem fjárföstu í friði, eins og þú segir, Evrópa, ég meina hún situr bara hérna eftir og Evrópuleiðtogarnir koma mjög illa út úr öllu þessu ástandi, finnst mér. Þeir eru með einhverjar yfirlýsingar og eitthvað, þú veist, það gerist ekkert, þeir einhvern veginn þeir bara, þú veist, og Trump kemur bara fram á einhverju, þú veist, með einhverja aðra yfirlýsingu og kýlir það bara niður í jafnóðum. Þannig að kannski bara sagan að kenna okkur það og mannfólkið bara þess eðlis að við munum aldrei geta bara búist við því að það verði alltaf friður og ekki fjárfest í varnarmálum. Það kannski það sem þessi tími að sýna fram á því miður. Það hitt miklu falleira, sko. Já, ég ekki sammála við bara leggja hendur í skauti. Nei, ég ekki að segja leggja hendur í skauti. Það var alls ekki það sem ég var að segja. Ég var bara að tala þetta út frá okkur við Nei, ég var að tala út frá ríki og varnarmál. Já. Og áhersla. Já, en hvað eru varnarmál? Mér finnst íslensk stjórnvöld nú stundir vera rosalega militant og mér finnst við hafa gengið allt of langt í því að mæra Bandaríkin, Ísrael. Mér finnst við ganga of langt í því að leggja pening og alltaf að segja já, samt eru að gera miklu minni en allir aðrir. Við eigum alveg að gera vel, en við eigum ekki að leggja fjármuni í vopnuð átök. Það bara svoleiðis, með mitt mat. Er ekki bara sátar? Kláðum tóna það? Já. Við erum Kolbrún, Ljóðdís og Sirrí, takk fyrir komuna. Já, takk kærlega. Rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Gervigreind og dauðinn verða umræðuefni okkar næstu mínútur. Leikrit flutt á ensku. Snýr vegna mikillar eftirspurnar aftur í Tjarnarbíó í vikunni. Þetta einleikurinn Dead Air. Höfundur og flytjandi Álfrún Gísladóttir en Anna María Tómasdóttir leikstýrir. Þær eru komnar hér báðar á Rauðaborðinu. Verið þið velkomnar. Takk hérlega. Þið eru semst að taka upp þráðinn eftir sýningarhlé. Já, við vorum rosalega duglegar síðasta sumar. Við
skrifum þetta leikrit, ég skrifaði þetta leikrit og Anna María hjálpaði mér að skrifa þetta leikrit í hvað var það, á svona nokkrum vikum í júní og svo tókum við á Reykjavík Fringe, fórum á Edinborg Fringe hátíð í mánuð og svo komum við hingað í nóvember í 2 daga í Tjarnarbíó á meðan Iceland Airwaves stóð, þannig að já, við þurftum smá pásu. Já, komum tilbaka núna og verum hér í mars og svo smá lendamál en við förum til Copenhagen Stage í lok maí þá eftir að tilkynna það en officialt en það að fara að gerast. Er það til marks velgengni þessa verks? Hvað segir þið? Til marks velgengni? Já, við erum búin að fá rosa góða dóma, ekki? Ég held að þetta sé til marks velgengni og hvað Álfrún er klár í að plugga sér. Já, mömmu sem er mjög klár í að plugga mig líka, þannig að það er bara mjög mikil forréttindi og hefni. Já. Ég hef áhuga á að kynnast aðeins þessu verki og því sem þið hafið það að segja, ekki síst í ljósi þess að ég er búin að taka hans mörg viðtöl núna síðustu vikur við fólk úr ólíkum kymum gervigreindina og í þessu leikriti þá erum við að tala einhvers konar gervigreindar draugasögu eða hvað? Já, vissulega. Eiginlega. Þetta er svona nútíma huldusaga eða þannig. Já, ég meina pabbi minn sem var einn bestu vinur minn dó fyrir nokkrum árum og ég var útskrifuð ég var útskrifuð, hafa þetta rétt, úr ritlist og ég var svona að hugsa mikið það hvernig ég myndi hafa samband við hann var trúleysingi ég get ekki fara rétt með íslenskuna bara á tíu. Vístu alltaf að segja þetta allt rétt. Já, ok, sorry. Svo bara baktrakkaru. Var svo bara, þannig að máli komið rétt úr mér. En já, hann var mikil trúleysingi og vildi ekki vera í kirkju og þú veist, þannig að við vorum með stóra jarðarför fyrir hann í Bæjarbíó, í Gamla bíó, já, niðri í Reykjavík. Og eftir jarðarförina þá kom frændi minn til mín og sagði mér að pabbi hafi komið til hans í draum og ég var brjáluð því að ég bara byrja okkur að koma ekki til mín og þá byrjar þessi svona hugarferðli að hvernig ekki tala við pappa allavega, þannig ég fer að rannsaka miðla og allt svona og fer að svona sökkva mig í söguna þess, hvernig við tölum við hinn látna og svo detti ég í það bara einn daginn að horfa á heimildmynd gervigreind sem tala við, sem sagt þú getur sett þín gögn upp í hana og svo tala við fólk eftir úr dáin. Annarkvort getur hann sem er að sækjast eftir að tala við sett þín gögn í eftir úr dáin eða þú getur líka gert það áður en úr dáin. Og mér fannst það bara vera svona nútímalegt og svo bara ég vissi ekkert það mikið gervigreind áður en ég byrjaði að þessu en ég er búin að læra heilmikið. Og þú ákveður að búa til úr þessu leikrit? Já, og svo, ég hef ekki pening til þess að fjárfesti í gervigreind á þessum hætt, en heldur myndi ég ekki gera. Minn markmið var að skrifa sýningu þar sem að, þú veist, ég get flutt hana bara hvar sem og þannig að þetta er einleikur þar sem ég leik alla karakterina, líka gervigreindina, þannig að það er engin gervigreind í sýningunni, þetta er svona það sem ég kalla what if sýning, þetta er svona hvað ef þessi karakter myndi gera þetta, þannig að en í rauninni er allt sem að hefur með gervigreindina að gera í sýningunni, það er rétt, þú veist, það er til dæmis, fólk heldur nefnilega að ég hafi búið þetta allt til og þetta er einhvað svo óskýrt fyrir fólk hvernig gervigreind virkar en ég fer svolítið inn í það án þess að segja þú veist þá til dæmis þetta með í sýningunni þá getur hækka og lækka í temperature í hitastigi á gervigreindinni og það er rauninni ef þú hækkar hana
og þetta alvöru og hækkar hana þá verður hún svona mannlegri eða þú veist hún spunar meiri þetta eins og að tala við spunarleikara þá þú veist þá spinnur hún meira og bullar meira og býr til fleiri tengingar og meira kreatív í rauninu. Og hljómar svona meiri alvöru eins og alvöru mannskið en ef þú lækkar á henni þá kannski fer hún aðeins meiri eftir gögnin svona meiri nákvæmlega eins og þú hefur sett þig inn. En í rauninni gervigreindin bara sem heildar, þú kannski veist þetta en gervigreind hún náttúrulega bara að hérna sjá fyrir sig öll þessi patterns mynstur af það sem gögnin sem þú ert að setja í og reyna að að leggja þau fram við en þetta svona hvað sýning þannig ég svona að velta fyrir mér eins og góður heimspekingur hvað myndi gerast Spennandi Anna María hver var svona þín mesta áskorun í því að koma þessu saman? Að klára leikritið. Það var eiginlega svona úps. Allt í góð. Já. Við sýtluðum kaffi. Ég held að þetta sleppi. Já, bara fá þér áttu seti. Við þurrkum þetta eftir. Ég er ekki með neitt. Nei, þetta allt í góð. Athygnin var ekki á mér, þannig að ég þurfti að fá hana tilbaka. Þetta allt í góð. Allt áfram. Alveg ákvað bara, við skulum fara Friends og ég ætla að skrifa leikrit og viltu hjálpa mér og ég sagði bara auðvitað, bara gaman. Og það var kannski bara svona knappur tími og mest áskorun var að búa til verk sem að væri skemmtilegt og fallegt og svona myndi slá einhverja svona hjartastrengi en væri einni fyndið og tragikomist. Já, og líka bara svona þú veist, við vorum með svona marga þræði í gangi, þú veist, við getum farið með söguna hingað og þangað en að reyna að finna rétta vingilinn þar sem að ég hefði áhuga á eða svona þú veist, mér langaði kannski ekki endilega að tala endilega bara dauðan, heldur bara hvað við gerum eftir á, hvað þú veist, sorgin hún hættir aldrei, hún bara breytist og maður einhvern veginn lifir með henni eða ekki og það var svona kannski það sem að mér langaði mest að skoða og það var kannski bara mest áskorun að reyna að koma sér saman og hjálpa henni að vinna svara í síman og Álfur myndi ná að læra textan sinn og við gætum verið með sjó. En það sem svo fallegt við Anna Maríu, þú veist, við erum svona frekar nýjar vinkonur 2020 eitthvað, og pabbi minn deyr 2023 og hún þekkir hann ekki það mikið en það sem hún segir við mig þegar ég segi henni, Anna, þú veist, mér langar að gera þessi sýningu, mér langar að gera þetta sorg og þú veist, döðan og það að vera, þú veist, gervigreinda pabbi í henni og hún sagði alveg, já, auðvitað, en hún verður að vera fyndin og ég bara já, einmitt, og því að pabbi minn var svo fyndin, þannig ég var bara svona já, ég veit það, auðvitað verður hún að vera fyndin og hún svona hún hélt mér á, þú veist, því að það svo auðvelt þegar maður að tala dauðan að fara í og sérstaklega þegar maður nýbúin að missa að fara í bara minningar og nostalgju og hún hélt mér alveg við, þú veist, þessa svona þennan þráða að þú veist, nei, við erum að fara að tala það sem gerist eftir, hvað þessi kona, þú veist, af hverju finnst henni svona erfitt að geta ekki tala við pappa sinn, þú veist, þetta einhvað sem við kannski gefum okkur ekki tíma oft í að tala á svona fyndnum og skemmtilegum hátt, en líka, þú veist, mig langaði líka bara að spyrja alvöru spurningar þetta nýja tækni og þú veist, áður fyrir þá var ég kannski spá í, þú veist, á hverju fólk að tala við Guð eða prest eða miðil, en þú veist, og ég tók þetta tækni svolítið inn í þá spurninga án þess að þú veist, ég sé að spyrja allt þetta í sýningunóti, hún bara klukktími en já, þannig að já, það eins og Anna segir, það voru margir þráðar og margt sem við vorum að svona já, gera, en við vildum gera sýningu konu sem að, þú veist, snerti fólk sem var ekki
þú veist, endilega bara að segja fólki, þú veist, vera ógeðslega einhvað boring og segja fólki hvernig gervigreind virkar en þetta bara gerist fyrir framan fólk og svo eftir á getur fólk fara og kanna sig þú veist, hvort að þetta sé og þegar ég var að flæra í Edinborg þá var svo fyndið út því að fólki náttúrulega bara, þetta bara hryllilegt tækni fyrir fólk og þetta hryllileg notkun á þessu tækni, fólk finnur svo djúpt bara að heyra af þessu sko og og ég samt þegar ég var að skrifa þetta þá, þú veist, ég að fara ofan í fullt af sögur af fólki sem búið að tala þú veist, hvernig af hverju eru nota þetta, hvernig áhrif þetta hefur haft á þig og það er ekki að tala sko gervigreind bara svona almennt heldur fólk sem að nýta sér þessa tækni að endurskapa sína látnu ástvinni og að tala við þau og kannski, já. Það náttúrulega alveg djúpar siðferðislega spurningar. Mjög. Og bara, þú veist, þetta til að því að það einhverjum, þú veist, það eftirspurn eftir þessu og hvað myndi maður vilja segja við sinni látna ástvinn eða segja það sem maður sagði kannski aldrei eða segja fyrirgefðu eða ég fyrirgef þér eða ég elska þig, ég sakna þín eða bara allt þetta sem maður hefði kannski átt að segja en gerði ekki að þú veist Mér þetta margt í hug sko núna. Eitt af því sem þetta í hug það að áður var sorgin svolítið inn í stofnunum ríkisins og svo má segja að það voru svona bylting, valdefling og meðal almennings til dæmis hér á landi þá spruttu upp öll þessi sjálfshjálparsamtök sem að tækluðu sorgarviðbrögð og jafningjagrunni og sem sagt sorgarstarfið hefur svolítið færst úr stofnunum ríkisins og kirkjunum bara svona yfir í hendur almennings og með þeim kannski kostum og göllum sem því fylgja en þetta heilmikil breyting við getum kallað það valdeflingu en svo getur að vera svona spurning hvar liggja mörkin voru við var áður betra að mörk væru í einhverju formi inn í einhverju stofnanavaldi annað, ég nefnilega skrifaði bók Dauðann sem kom á til nokkrum árum og þannig ég pældi heilmikið í þessu þá og svo svo annað sem mann dettur í hug og sko það það að dauða synd að leiðast og hvernig við göngum alltaf lengra og lengra í því að leiðast ekki og hvernig það takast á við áföll og sorgir og raunveruleg vandamál hvernig það svona tilhneiging til þess að við styttum okkur leið og með uppeldi barna það mikil umræða það að það sé ekkert betra fyrir barn en að því leiðist því að þá kveikið á sköpunartakkanum og spinnið sig einhvern veginn út úr leiðindunum og búið til eitthvað og svo framvegis þannig mér dettur þetta allt í hug eru þetta relevant spurningar í tengslum við leikritið? Algjörlega og þú veist og bara í tengslum við í Alfí í leikritinu hún addikt á þessu tækni þú veist, hún búin að missa fóstur nokkur skipti og hún alltaf að endurlífga þennan mann til að pappa sinn til þess að tala við einhvern sem skilur hana sem hún heldur skilur hana því hún næri ekki tengsl við mömmu sína eða makan sinn og í rauninni hún býr ekki hún hætt að búa svona í raunveruleikunum og hætt að reyna að tengja við þú veist, fólk sem fyrir framan hana og vil bara tala við einhvern sem segir henni að hún hefur rétt fyrir sér en ég samt þó að ég sé alveg mjög hugsi þetta tækni ég hef lesið mig fólk sem hefur nýtt sér þetta til góðs og þetta hjálpar þeim og ég spyr mig líka þú veist, erum við í þessu samfélagi sem við búum í við erum einmanna og þú veist, þó að það sé búið að taka úr stofnum og setja, þú veist, í hend almenningar og þú veist, ég vissi ekki hvað kirkjan sko gerir mikið í dauðan þannig að pabbi dó og hann sagði að hann vildi alls ekki fara í kirkju þannig að við þurftum að gera allt sjálf og sem betur fer, þú veist, fengum við hjálp frá öllum sem við þekktum en já, en það erfitt að gera allt sjálfur í sorg og það sem að ég svolítið hugsa þú veist, fólk að nota þetta tækni
því að þetta er eitthvað sem heldur þeim athygli eða er það að nota tækni því það eru stærri spurningar sem við þurfum að spyrja okkur einmannleika og að við séum með því að tapa þessa stofnun þá erum við líka að tapa ákveðin svona utanumhald. Og ég er sjálf trúleysingi og ég vil ekki vera í kirkju en ég spyr mig bara og fyrir þessa stofnunum sem voru kristnar og í öðrum löndum þá er kannski aðeins meiri svona utanumhald í bara samfélaginu þegar afi minn dó, hann var veiðmaður sjómaður þá var alltaf komið fisk til mömmu hans á hverjum degi og fólk var að halda utan meiri tenging, meiri tenging í samfélaginu og þetta er ekki bara gervigrindin, þetta er líka hvernig við höfum dauðan svo langt í burtu frá okkur við setjum fólk inn á stofnun áður en það deyr við erum ekki með inn á heimili þegar það deyr. Það er grundvallarbreyting við höfum algjörlega útýst og stofnun og ættu það, við viljum ekkert án að vita og svo skrifum við minningagreinar okkur sjálf þegar einhver nálægur okkur fellur frá þá er minningagreinin alltaf meir okkur ekki minn látna. Og pabbi vildi til dæmis ekki vera í Morgunblaðinu hann neitaði sorry, ég veit að Davíð Oddsson var að deyja var það af pólitískum ástæðum? Það var pólitískum ástæðum og ég var þannig að hann vildi ekki vera í Morgunblaðinu þannig að við þurftum að setja upp vefsíðu fyrir hann til þess að minnast honum þannig að þetta er svona en það er ákveðin stofnun Morgunblaði fyrir þessar dauðagreinar. Og svo er það spurningin fyrir hvern er dauðinn? Er hann fyrir henni látna eða er hann fyrir ástvinu og aðstandendur? En ekki bara bæði. Ég meina, og það er enga líkvökur, það eru svo margir síðir innan þjóðfélagsins sem eru búið að breytast og dauðin er miklu lengra í burtu frá okkur og kannski bara blessunlega er miklu minna vöggudauða og allt þetta og fólk upplifir dauða mun sjaldnar heldur en það kannski gerði fyrir 50-70 árum 2 kynslóðum síðan eða eitthvað þannig og þannig að þetta er svona það er líka komið svona tengslaleysi við dauðan og hvað maður gerir við sorgina sína og hvort að það hafi verið betra að þetta hafi verið stofnunarvænt eða hvort að það sé gott að þetta sé komið meira inn í eitthvað svona jafningjaferli, ég veit það ekki en það sem að mér finnst áhugaverðast við þessa sýningu er að kafa onni hvað maður gerir við hvað maður gerir eftir á því það er svo lítið talað það er svo mikið utanum held alveg fyrst og maður missir einhvern og það er allir bara ég að koma með mat eða get ég að hjálpa eða eitthvað en svo kemur tímabilið aðeins seinna sem er eitthvað aðeins flóknara því að þá kemur einmannaleikin og akkur er maður ekki búin að jafna sig og nú þarf maður bara að rífa sig í gang og svefnleysið og dóðinn allt þetta var einhvern veginn það sem að mér fannst áhugaverðast að fjallum af því að það er svo auðvelt að fara bara að tala hvað er erfitt að missa ástvin og við vitum það en minnst einhvern veginn lítið tala þetta mér finnst áhugavert þú skulle nefna þetta ég man einmitt eftir einu presti sem að sagði þarna í fyrirnefndri bók sem heitir bara einfaldlega Dauðinn að hann ræðir þetta akkurat hvernig hans orðalag er að fólk sé eins og skilið eftir út á berangri eftir útförina sko og rosa mikið pepp og hlýja og snerting og kærleikur sko meðan ferlið stendur yfir og fyrst eftir en svo eftir útför þá sé eins og trostni sko þessi bönd og þá einmitt upplifa aðstandendur hins látna oft bara að þeir séu mjög mikið einir úti á berangri. Algjörlega og þetta er einhver sem pappi minn sagði, hann misti pappa sinn 13 ára og pappi sagði að þetta var það erfiðasta þegar allir fóru en ég meina lífi líka heldur og dauðinn heldur áfram það dó
ein kær vinkona fjölskyldunnar mínar bara mánuði seinna og svo dó frændi minn hálfa ára seinna, skilur þú veist, dauðin heldur líka áfram eins og lífið og maður þarf bara einhvern veginn að mana sig upp í að, þú veist, díla við þetta allt en einmitt það sem Anna María sá mig líka, hún nýbúin að eignast barn, eða varst nýbúin að eignast barn? Já, nýbúin að eignast barn, þannig að hún er að fara í gegnum allar þessar tilfinningar með nýtt líf og dauði. Og ég er að fara í gegnum allar þessar tilfinningar með dauða og hún er vitnað því og ég er vitnað hennar og þetta var einhver svona... Sem eiginlega kannski svona svona fyndin að það er svona smá samleið með þessu að það er rosa mikið pepp þegar maður er nýbúin að eignast barni og rosa mikið og ég koma með eitthvað og svo þegar maður er komin ár inn eða þú veist, barnið er orðin einsás og maður er bara alveg bugaður og það er engin leikskóli og þú veist, það er eiginlega þá sem maður þarf eiginlega mest hjálpina eða þú veist, þá upplifir maður sig einan þá er maður bara, ég get ekki vaskað upp og eldra matinn og skiptum bleiur og verið einhvern veginn leikið við barnið og verið bara, og þú veist, eða farið í vinnuna að því maður er búið með fæðingarorlofið sitt og samt einhvern veginn að vera, eða þú veist, þetta er bara það er eiginlega smá, svona maður er smá einn á berangri líka svona svolítið eftir að maður eignast barnið. Ég held þessi gagnleg umræða, sko. Þóttu séum kannski komin eittliðarspor frá leikritinu, ég veit það ekki. Nei, menn þetta er alveg það sem leikriti er þetta er konu sem bara kemst ekki út úr þessu sorg og því hún finnur ekki leið og eina leiðin sem hún finnur sjálf er að tala við þessa gervigrind og hvort það sé góð leið eða ekki. Hún segir ekki nei, þú veist, bara hún er hún segir ekki nei fyrst en svo, þú veist, byrjar hún að svona leika sér með þetta hitastig og þá verður gervigrindin svona maximum pappi sem að var svona mjög cynical og svolítið erfur og stundum að gera, þú veist, brandara sem eru ekki alveg, þú veist, svona viðeigandi og svo lækkar hún og svo, þú veist, þannig og þá er hann ekki alveg nógu góður þannig að hann segir ekki nei, en hann samt segir hann að drífa sig að gera hlutina og ekki vera svona að sitja á rassinum þannig að þú veist spurningin í leikritinu er meir, þú veist, hvernig er þetta frekar en svona einhvað judgment þú veist, á konunni og þú veist, þið getið þetta er bara leitandi verk þetta er leitandi og þú veist og auðvitað, þú veist, finnst mér ég ger þetta ekki í alvörunni og því að mér finnst það siðferðislega erfitt, skilur að fara að taka gögn pappa en það ef ég myndi taka einhverja skilaboðin frá pappa þá væri bara kaffi þú veist, spurningamerki þannig ég veit ekki hvað gervigrindin myndi gera við það en ég meina, já, þetta er það, held ég og já þú ert ekki að fara langt út en, já. Nei, sko og í raun, hvort sem að manni finnst þetta að vera einhver svona styttri leið og eða hvort að við séum að velta upp einni spurningunni í verkinu, hvort að þetta sé ekki bara svona smá hraðahindrun að sorginni. Þú veist, hún er bara að setja plástur og opið beinbrot í raun og það hjálpar kannski ekki í alvörunni. En við erum líka rosa mikið svona að pota í kapitalismann að þessu. Skilurðu hvað þetta kostar mikið og þú veist, hún er bara að steypa sér í skuldir og farin að seilast í kreditkorti hjá kærastanum og þú veist, hún hefur ekki efna á því og þetta er rosa svona takmarka tímabil í leikritinu og þá er þetta fyrirtæki sem heitir Air Resurrection og það sem er hægt að resurrect your loved one og líka hægt að borga aukalega fyrir svona fyrir hann sé í fínum fötum eða í réttum fötum og það er þetta eða fyrir svona water, aqua ethic þar sem að þú getur borga aukalega þannig að sé passa upp á vatni rétt öll vassnotkunin sem að fylgir eiga og eitthvað svona þannig að við erum aðeins að pota í skilur þú veist peningamaskinuna á bakvið þetta og alls konar þú veist Þú veist, ég segi svolítið eins og Björk,
það er ekki tæknin sem er vandamáli, það er fólki sem er að búa til tækni og hérna, ég meina, og hvernig við förum með þetta. Hvernig við förum með orkuna líka núna, það er náttúrulega vekkur mjög stóra spurningar. Algjörlega, og er Ísland að fara að vera eitt stórt AI hérna kælingar rými, ég meina, þetta er næsta dagskrá. Tökum græna orku til að gera stórfölulega hluti sem er ekkert endilega grænir, bæði á siðferðislegum eða öðrum level. Einmitt, þannig að þú veist, og spyrjum okkur líka, þú veist, hvort þessi plástur en líka, þú veist, er þetta ekki bara það sem við höfum alltaf reynt að gera? Við höfum alltaf reynt að tala við líka það. Þann dauða alltaf. Þú veist, þannig að þetta er mannleg þrá. Hamlet. Þetta er Hamlet. Þetta er Hamlet. Einmitt. Og það var eiginlega smá vart samt. Við föttum það ekki alveg þegar við vorum að gera það. Ég las svolítið mikið Hamlet þegar ég var... Ég kveikt, sem er vandræðar kannski að segja, ég kveikt ekkert eitthvað alveg beint á perunni. Gott. En svona eftir þá er þetta svona hliðarsaga. En þetta Hamlet er fjölskyldusaga þú veist, mann sem er að verða brjálæður á sorg, þú veist, og kannski er fjölskylduna hans alveg rugluð og kannski skilur, og það er svolítið Alfie, og kannski er mamman svona rosalega óþolandi og kannski þú veist, nýji kærastinn alveg út í hött, en við vitum það ekki alveg. Og það er svolítið svona fyrir audiensi að fatta. Eins og í Hamlet að þá tristir maður ekki alveg, sko, maður veit ekkert alveg hvað er traustur sögumaður í þessu máli. Og þetta leikrit hún heitir Alfie og Álfrún heitir Alfie líka í London og svona þannig að við erum aðeins að spila með sviðsetningu sjálfsins að þú veist, þetta er Álfrún en þetta er samt ekki Álfrún og þetta er pabbinar en þetta er samt ekki pabbinar og þannig að við erum aðeins að teygja líka raunveruleikan þar eins og AI teygir raunveruleikan þannig að þú veist, við erum aðeins að spila með hvað er satt og hvað er ekki satt þannig að Svo finnst mér líka forvitnilegt sko að það er mikið talað tengslarof manna á millum og hvernig við sem sagt útvistum því einhvern veginn til tækninar að hafa samskipti og því náttúrulega þekki frasan að manneskjan hafa aldrei verið eins sítengd eins og núna en samt aldrei verið eins einmanna og þetta veltir upp finnst mér sko svona spennandi spurningum mörkin og hugtök eins og alienation og svona fyrringu það er við erum stödd þarna á einhverju svæði komin inn í einhvern heim en það er samt engin svona manual sko, það er engin leiðarvísir þetta eru svo mikil umskipti sem hafa vorið á svo stuttum tíma sérstaklega alltaf fyrir skrögg eins og mig sko, sem er að fara á 70 aldur eftir einhverja mánuði að maður að maður spyr sig mjög stóra spurninga mörkin og hvort sko við eigum að setja stór spurningamerki þegar verður einhver breyting eða hvort við eigum bara að fljóta með og svona finnum út úr þessu síðar og gervigreindar umræðan er náttúrulega meira og minna öll í þessum fasa hér kemur fólk að þessu rauða borðið og spárið í að maður renni saman við vél og dystopían sé framundan og við tortímum stögl sko og svo kemur kannski annar bara úr svipuðum geira með svipuða menntun og með allt aðra skoðan sko. En þetta er ekkert nýjar spurningar skilur þetta eru bara fúturisminn og bara öll síðasta öll snerist rosa mikið sömu spurningarnar nema að þú veist þetta er bara þetta stigmagnast bara en mér er svo áhugavert með þessi mörk skilur þú veist heilin okkar gerir ekki greinamun, heilin og líkaminn gerir ekki greinamun á raunveruleika og veruleika. Þess vegna eru kvíðaköst. Þetta er bara að gerast þó þetta sé alls ekki að gerast. En þetta er alveg jafn satt fyrir líkamannum engu að síður. Og þess vegna getum við leikið, skilurðu, þú veist, og við höfum þennan eiginleika að kaupa einhvern óveruleika sem raunveruleika
og þú veist, leikarar geta upplifa tilfinningar sem eru engar meginn þeirra eigin á sviði en þær eru engar síðan sannar eða góði leikarar, eða skiluru og við erum bara að horfa á bara, þú veist, Hilmi Snæ skilur leika einhvern kóng og við erum bara, já, þetta er kóngur í augnablikinu þannig að þú veist og þetta er alveg satt, skilur þannig að þú veist, þetta er líka smá það bara, við erum að hún er að tala við gervigreinda pappa og hún veit að þetta er ekki satt alveg eins og við vitum að Hilmi Snær er bara Hilmi Snær en við kaupum hann í þessu mómenti við erum búin að gera samning um að upplifa hann sem kóng þú veist, hann er náttúrulega king líka skilur en þú veist, þannig að tilfinningarnar eru sannar og þær eru ekki raunverulegar þannig að þú veist, að hún veit að þetta er ekki alveg pabbi sinn en áhrifin eru samt kannski sönn og það er kannski þetta líka svona og það sem að mér finnst skeri við AI ef ég er að skrolla á Instagram er að núna er komin svo mikil efi í mig ég veit ekki hvað er satt þú veist, ég er hætt að gera samning og þú veist, það er líka það sem er svo ógeðslega erfitt við að fá kvíðaköst og við sem þekkjum það og kvíðið og svona að maður veit ekki að þetta er ekki satt skilur maður upp og minnst það er það sem að mér finnst skeri mér finnst ekkert endilega tæknilegu þú veist þessar spurningar sem eru búin að vera í gangi í gegnum hverju einustu iðnaðarbyltingu eða tæknibyltingu eða framför eða eitthvað að þú veist við erum alltaf að verða meira og meiri þú veist cyborg og eitthvað skilur og þú veist ég meina, er það eitthvað verra að vera með heyrnartæki, er maður orðin eitthvað velmæni eða, þú veist, það er konur sem eru með lykkjuna eða, þú veist, ef maður er með, hvað heitir það? Hjarta, pacemaker, já, eða bara allt sem við erum að gera við okkur. Stærsti veikleiki okkar náttúrulega eins og sýningin kannski hverfist einhverju leitum er að við deyjum. Það er svo rosalega ófullkomið að deyja bara. Já, og það er, þú veist, stóra spurningin í öllu lífun okkar er, þú veist, hvenær erum við að fara að deyja, þú veist, hvað er að fara að gerast við okkur og getum við stoppað af. Er ekki freistandi að kaupa sér líf með vel til að hætta að deyja? Já, ég meina, það geti verið en renna saman? En svo, ég meina, svo þá þarf maður líka, þú veist, að vera ungur væntanlega, þú veist, lengri og því að ég get ekki, mér langar ekki að vera haus í hvað, svona, þú veist, eins og þessi gamla heimsbyggilega, þú veist, haus í hérna búri, eða whatever, í vatni eða eitthvað. Mér langar ekki heldur að vera 120 ára og vera bara eins og grammiti upp í sófa og, þú veist, horfa á bíómyndir, þó það hljómar alveg næst núna. En ég held að punkturinn sem Anna María, þú veist, með er bara einmitt rosa góður og ég einmitt sá eftir að pabbi dó bara dögunum eftir þá var hérna litla frænka mín hún bara setta á sig fötunans og var að leika hann og það var ótrúlega óþægilegt en út í að hún er þú veist barn og maður er ekki að stoppa þig af í þessu í sorginu þeirra en hún vildi þú veist halda honum með sér þannig en það eins og Anna er að segja þá er það kannski bara það sem við erum að gera með þessari gervigreind er að halda þessar manneski með okkur en við vitum að það er ekki alvöru það vandamáli felst í því þú veist hvenar þegar við hættum að vita það held ég eða þú veist bara maður er að skrolla á Instagram og ég bara er þetta að þetta er svo raunverulegt sko? Er þetta raunverulegt eða er þetta lygi og ég sé að kaupa lygi sem raunverulega finnst mér og án þess að gera einhvern samning eða vitneski um þetta það finnst mér rosalega óþægilegt Já, því við vitum all þú veist, við líka okkar kynslóð svona millennial þú veist, það var alltaf verið að segja okkur að rap væri að fara að drepa alla og því allir voru að fara að kaupa byssur og því þeir sáu það á skjáni og maður bara, það gerðist ekki alveg þú veist, ég veit að það eru vandamál í heiminum en þú veist, ég og Anna María vorum ekki að fara þú veist, reykja gras út í að Snoop Dogg sagði okkur það Íslenskt rap drepur mann og svolítið á leiðindu Hot take verður bara
Það eru velskir rappara sem segja hérna, guns don't kill people, rappers do. En já, þannig að þú veist, við erum einmitt, og við erum, þú veist, sem bara manneskjur erum alltaf að segja sögur, við erum alltaf að reyna að skilja hlutin í gegnum sögur, þannig að þetta eru margar spurningar en já. Og líka svona skemmtilegt sem ég er mjög ánægð með þessi sýningu er að þú veist, þó við séum að fara rosa mikið og tala, þú veist, hún snýst náttúrulega bara AI og gerfugreind, en við fórum algjörlega á móti því, hún er eins analóg og hægt er. Það er ekkert í henni nema bara álfurinn og mikrofót og eitt svona lítið tæki, sko. Sem statement, eða hvað? Já, eða þú veist bara... Ég meina það mjög gaman að gera statement þegar maður hefur ekki pening til þess að nota. Það er gott að þeir saman. En ég meina þetta er það sem ég elska mest við bara leiklist og kreatíft fólk er að þegar þú hefur engan pening, hvað ætlar þá að segja og hvað langar að segja með, þú veist, og það kemur bara algjörlega úr hjartanu, þú veist, já, þetta er statement. Og sko það sem að gerfugreindin hefur sem að við höfum líka er creativity, skilur, og búa til og bulla og spinna og þú veist, það er líka það sem er svo gaman við leikurs er að þú veist, við sem áhorfendur, við erum að taka þátt í leiknum og gera svona eins og börnin sem að leiðast til að ímynda sér og fylla upp í guddin. Það var mjög gaman að kynnast ykkur og spjalla, hugsa upp átt og kannski smá trúnaðarskeið hjá okkur öllum svona inn á millum og bara eins og gott samtala á að vera, en er það semst annað kvöld sem að þið teljið í og hefið aftur sýningar? Já, miðvikudaginn 15. þessari viku, 4. og 5. mars, klukkan 8, Tjarnabjó. Já, og þið bjóðið gestum svo upp á einhvers konar samræður að sýningu lokinni, ekki satt? Já, það verður mjög skemmtilegt. Það verður með mér og Önnu Maríu og Öddu Rutt sem er búin að vera mjög mikið að pæla í svona spurningum sorg. Og deðan. Og ástunumessi. Já, einmitt. Og leikari og leikstjóri. Já. Sviðsöfundur. Og gamla barnapínu. Takk fyrir að bjóða okkur, ótrúlega gaman. Já, mjög gaman að fá ykkur, kæri þekkir, Álfrún Gísladóttir og Anna-María Tómasdóttir og þakka ykkur kæri hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við förum að setja slá botnin í þetta. Ég vil minna ykkur á að ef þið hafið velti fyrir ykkur að fara inn á vefslóðina samstöðin.is þar sem hægt að haka við hnappinn áskrift, þá góðu tími til þess núna, kostar aðeins 2.750 krónur að styrkja samstöðina og munar þið kannski ekki svo miklu, hálfur hamburgari í miðborginni andvirði áskriftar hjá okkur, en getur haft allt að segja fyrir okkur og eins að vil ég þakka ykkur fyrir að vera duglega að tala samstöðun og deila efni samstöðurinnar og vonandi verður bætið bara enn í þeim efnum því meira sem að þið erum í liði með okkur, því öflugri eru við fyrir ykkur. En þættinum er lokið í kvöld, ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.